Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 10. febrúar 2026 klukkan 15:06. Þessi fundur borgarstjórnar haldinn með Reykjavíkurráði ungmenna og árlegur viðburður sem á sér stað hér í Ráðhúsinu. Í upphafi fundar þá mun borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir fara yfir þær tillögur sem voru lagðar fram fyrir ári síðan og fjalla afdrif þeirra tillagna. En áður en að fundurinn hefst þá mun ég fara yfir nokkur praktísk málefni. Fundurinn stendur yfir í það bil 2 klukkustundir og eins og ég kom inn á hér áðan þá mun borgarstjóri ávarpa fundinn í upphafi hans og fer meðal annars yfir stöðu mála síðasta árs. Eftir fundinn þá verður boðið upp á léttar veitingar og spjall við borgarfulltrúa og á þessum fundi þá sitja 23 fulltrúar. 8 fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna sem flytja tillögur sínar hér í dag og 15 borgarfulltrúar. Allir fulltrúar á sameiginlegum fundi hafa atkvæðisrétt og borgarfulltrúar kynna tillögur, munu sem sagt fjalla tillögur hér í umræðinni og hver og ein tillaga verður afgreidd að lokinni umræðu hana. Tillöguflytjandi mun fyrst taka til máls og hefur 5 mínútur til að gera grein fyrir málinu, sem sagt 5 mínútna ræðutími. Og borgarfulltrúar úr meirihluta og minnihluta munu þá taka til máls undir hverjum lið og ræðutími þeirra einnig 5 mínútur. Forseti, sú sem hér stendur, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, getur leyft stutt ansvar við einstökum ræðum strax og þær hafa verið fluttar. Ef að fulltrúar vilja veita ansvar, þá þarf ósk til forseta að berast á meðan á ræðunni stendur, eða leið og henni lýkur. Og tími til ansvara 1 mínúta. Það gott að sjá okkur öll hér í dag og við hefjum þá fundinn þar sem ég gef borgarstjóra Heiðu Björgu Hilmisdóttir orðið. Forseti, ágæta borgarstjórn og sérstaklega þið gestir hér, fulltrúar ungmenna sem eruð að funda núna með okkur. Fulltrúar ungmennaráðanna eru Dagbjört Freyja, Jökull Logi, Indriði Nökkvi, Jörundur Þór, Magnús Sigurður, Sigríður Dúa, Sjöfn og Ragnheiður Gróa. Þið eru sérstaklega velkomin. Ótrúlega gaman að hafa ykkur hérna með okkur á þessum fundi. Það nefnilega kærkomið að hlusta á ungt fólk almennt, en ekki síst þegar maður í borgarstjórn. Og það sem við erum að sýsla við hér auðvitað alltaf að búa til borg sem góð fyrir ykkur, bæði núna, en ekki síður seinna. Við erum að byggja borg sem við viljum að þið veljið að búa í þegar þið verið fullorðin. Þannig að það mjög mikilvægt að við hlustum, en það líka mikilvægt að við höfum svona fundi þar sem að þið setjið ykkar mál á dagskrá. Ég held reyndar að það væri alveg fínt að ungmennaráðið ætti fulltrúa í þessum sal, en það nú mín skoðun. Ég kom ekki með tillögu það á fundinn, en það eitthvað til þess að hugsa til lengri tíma. Það væri alltaf fulltrúi ungmennaráðs hér inni. Því ég held að stundum þá gleymum við okkur svolítið í praktikinni og gleymum að hugsa margbreytileika mannlífs í borginni. En við erum auðvitað með flott mannréttindaráð og við erum með ungmennaráð og að mörgu leyti stöndum við mjög vel að þessum málum og maður sér það líka þegar maður horfir á tillögurnar sem hingað hafa komið síðustu ár. Það auðvitað þannig að sagan hefur kennt okkur og ungt fólk mjög oft drifkraftur samfélagsbreytinga. Fyrstu svona öflugu feministarnir voru ekki gamalt fólk. Það var eldra fólk sem að krefast þess að konur og kallar hefðu sömu réttindi, að hvítir og svartir hefðu sömu réttindi, að það væri friður í heiminum. Þetta hefur oft verið ungt fólk sem hreyfir við og
já, svona krefst réttlætis og þess að slutt að minnast að hér var ung kona sem var að mótmæla kröftulega varðandi umhverfismál allan heim. Þannig að á þess að það sé ykkar hlutverk, þá það náttúrulega okkar hlutverk líka að hlusta og taka eftir og oft það þannig að þegar maður oft sagt að þegar einhver byrjar nýr á vinnustað þá taki hann eftir mörgu nýju og það auðvitað líka þannig þegar maður eldast og þó ég sé rúmlega 50 þá man ég eftir því þegar maður átti að segja á mörgu í fullorðins heiminum hvað manni fannst það skrítið. Þannig að ég held að það skipti miklu máli að við hlustum almennt á ungmenni bæði á heimsvísu en ekki síður hérna í okkar nær umhverfi. Þannig að við þurfum að hlusta vel í dag, ekki bara bjóða okkur velkomin, heldur hlusta og vinna úr tillögunum sem þið komið með og ég ánægð með það að við höfum gert það og við höfum fengið ykkur inn í ráð og nefndir og það hefur gengið vel. Og það líka partur af því að taka þátt í þessu því að það af hlutverk borgarfulltrúa að mjög litlu leyti að vera í þessum sal. Hlutverk borgarfulltrúa að mestu leyti það að tala við fólk, skoða mismunandi sjónarmið, vera með svolítið gagnrýna hugsun og reyna að finna út bestu leiðir sem að skila okkur sem bestu samfélagi. Það líka mjög mikilvægt fyrir borgarfulltrúa og líka fyrir ykkur hér að bera virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Því að auðvitað eru ekki allir sammála og við komum ekki frá, við nálgumst málin ekki frá sömu áttum endilega. Við erum heldur ekkert endilega bara sammála allt, en það mikilvægt að bera virðingu fyrir því enga síður og ræða hlutin. Og ég veit að þið í ungmennaráðunum eru að gera það í ykkar starfi. Kynntist því vel þar sem ég heimsótt ykkur. Mér til dæmis tillögurnar í ungmennaráði Breiðholt svo góðar að ég var bara að afhenda ykkur lyklaveldina ráðhúsinu og þið getur bara rekið borgina því að það voru svo margar góðar og svona praktískar og skynsamar tillögur. Og ég sé að það sama núna að þetta svona, þessar tillögur fara svona vítt og breitt og eru allar til þess fallnar að gera samfélagi betra. Þetta í rauninni þetta fjármálalæsi og námsmat og samgöngur og heilsa og námsframboð. Auðvitað þetta allt eitthvað sem skiptir okkur öllum máli og myndi gera samfélagi betra. Þetta svona allt þetta sem hefur áhrif á okkar daglega líf og daglegt líf fólks. Og það mikilvægt fyrir okkur að sjá líka hvað efst að baugi hjá ykkur. Þannig að hvaða tillögur eru sem að þið komið með á hverju ári og við höfum undanfarin ár reynt að vinna úr þeim af ábyrgð, auðvitað hafa kannski ekki allar náð fram að ganga, en mjög margar. Og ég held að væri gaman einhvern tímann að taka það svolítið fram, því að nú ætlaði ég að fara svolítið yfir tillögurnar frá því í fyrra og hvað hefur gerst með þær síðan þá, en stundum hafa líka tillögur kannski náð fram að ganga aðeins seinna þegar það búið að vinna lengur úr þeim. Og það nú kannski eitt af því sem við borgarfulltrúar þurfum að temja okkur, sem nú miserfitt fyrir okkur, það þessi þolinmæði. En ég bara fullyrði það að við munum vanda okkur við það, að hlusta á okkur og reyna að vinna þeim tillögum sem þið komum með brautagengi. En fyrir ári þá var ungmennaráðið með 7 tillögur sem hafa verið teknar fram teknar fyrir í fagráðum borgarinnar og mér langaði að fá að fara yfir þær svona áður við byrjum á næsta tillögubakka. Þá var Anton Ingi Lárusson sem var fulltrúi ungmennaráði Breiðholts. Hann lagði til að borgarstjórn samþykkti að breyta reglum frístundakortið þannig að það myndi gilda til 20 ára aldurs í stað 18 ára eins og nú. Og þessu var vísað til fjárhagsáætlanagerðar. Öllum þótti tillagan góð, það myndi stuðla auknum jöfnuði fyrir 18 til 20 ára. En samt var ekki svigrúm til þess að gera þetta á þessum tíma. En vilji hjá meirihlutanum þá samt að horfa til þessa til lengri tíma. Það sem við gerðum þó á þessu ári var að fara í svona markvissar aðgerðir, meðal annars í Breiðholti, til þess að hvetja börn og ungmenni til þess að nota frístundakortið. Að við sáum það aðeins mismunandi eftir hverjum hvar unglingar eru að nota kortið. Þannig að það komið upp í öllum hverfunum núna, svona sérstaklegir miðlar þar á milli og sérstaklega upp í Breiðholtinu. Þannig ég vona því að það muni skila okkur því. Og í rauninni það þannig að núna, það nú þegar fjölgað mjög mikið. Þeim sem að nota frístundakortið sem þýðir að þau eru í frístundum, skipulegum frístundum með reyndum þjálfara og það skiptir greiðlega miklu máli fyrir okkur öll.
Nú, tillaga númer 2, hana flutti Sóley Mjöll Ásgeirsdóttir, hún var í fulltrúi í ungmennaráði Kjalarness. Hún lagði til að borgarstjórn samþykkti að fela skóla- og frístundastig að gera úttekt á túlkun grunnskóla í borginni á matsviðmiðum aðalnámskrár við lok 10. bekkjar. Og Miðstöð menntunar og skólaþjónustu að vinna að þróun og innleiðingu matsferils sem ætlað að draga upp þessa heildstæðu mynd af námslegri stöðu og framförum nemenda, ekki bara við lok 10. bekkjar, heldur líka reglulega yfir skólagönguna. Þannig að núna eru 26 skólar sem eru að starfa með Miðstöð menntunar og skólaþjónustu innan 14 sveitarfélaga við aðstoða þetta og við vonum að þetta komi til með að svara svolítið þessari spurningu og hjálpa okkur, ykkur nemendum auðvitað fyrst og fremst, en líka kennurum og öðrum að meta virkilega hvar maður stendur námslega gagnvart aðalnámskrá. Marta Meyer, fulltrúi ungmennaráðs Laugardals, Háaleitis og Bústaða, lagði til að borgarstjórn samþykkti að gera fjármálalæsi að skyldufagi í öllum 8. til 10. bekkjum í grunnskólum Reykjavíkur, eigi síðar en með haustinu 2026. Það vissulega hæfni viðmið fjármálalæsi í aðalnámskrá. Það undir stærðfræði. Í kaflanum tölur og reikningur undirkaflinn fjármál þar sem að gert grein fyrir lykilhugtökum og dæmum námsmarkmið til að aðstoða nemendur við að öðlast skilning, færni og hæfni í fjármálalæsi. Það ekki til nein sér námsgrein sem heitir fjármálalæsi, en það kennt markvisst í gegnum hæfni viðmið í stærðfræði og fleiri námsgreinar eins og heimilisfræði og samfélagsgreinar. Þannig að skóla- og frístunda svið mat það þannig. Þetta gert lindar með mjög mismunandi hætti. Ég fór inn í einn skóla upp í Grafarvogi þar sem þetta var, þar fengu allir nemendur ákveðna upphæð í byrjun árs og svo þurftu þeir einhvern veginn að vinna með hana allt árið og ég var bara næst í honum stressuð sko. Og voru svona sektir og svona ef maður hagaði sér ekki vel. Þannig að ég sá að það við margar leiðir til þess að kenna þetta. Nú, Sverrir Logi Róbertsson, fulltrúi í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða, lagði til að borgarstjórn fæli umhverfis- og skipulagsráði að bæta aðgengi gangandi og hjólandi að Skeifunni og að umbætur hefjist eigi síðar en vorið. Hún var kynnt og samþykkt þessi tillaga á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 19. mars síðastliðinn. Þar hófust framkvæmdir á gatnamótum Grensásvegar og Ármúla og Skeifu síðasta sumar. Það svona standa en samt svona miðar vel og það megin markmið þar að bæta aðgengi og öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda að Skeifunni og það hefur gengið frá stígum við Grensásveg 1 og nánari úrbætur og verða skoðar samhliða þróun Skeifunnar sem í fullum gangi. Þannig líka komið glæsilegt listaverk sem ég hveti ykkur til þess að skoða líka. Nú, fimmta tillagan var Ragnheiður Ósk Kjartansdóttir, fulltrúi ungmennaráði Grafarvogs. Hún lagði til að borgarstjórn samþykkti að beina því til stjórnar strætó að það verði frítt í strætó fyrir 18 ára og yngri á höfuðborgarsvæðinu frá með 1. janúar 2027. Á fundi borgarstjórnar 3. febrúar síðastliðinn var samþykkt tillaga samstarfsflokkana í borgarstjórn að frítt í strætó fyrir öll grunnskólabörn í Reykjavík. Hún hafi komið til framkvæmdar sem fyrst. Mér var falið að útfæra það og kostnaðarmeta og svona koma með útfærsluna og hvernig við getum komið því við. En í það minnsta þá má segja að þetta sé áfangi í þeirri leið að ná 18. Þannig við fórum upp í 12 ára á síðasta kjörtímabili, núna erum við að fara þó að klára grunnskólann og svo spurning hvað gerist í næsta skrefi. Sjötta tillagan var Magnea Þóri Guðlaugsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Árbæjar og Holta, sem lagði til að borgarstjórn samþykkti að fela skóla- og frístundaráði að finna leið til að auka samstarf grunn- og framhaldsskóla í Reykjavík vegna framhaldsskóla kynninga fyrir 10. bekkinga og hvetja til þess að stóra framhaldsskólakynningin verði haldin árlega að hausti. Þetta var skoðað hjá skóla- og frístundasviði og talið að kynningar á námsframboði framhaldsskóla séu í góðum farvegi og undir öflugri stjórn og góðri samvinnu fagfólks á vettvangi grunn- og framhaldsskóla. Ragnheiður Andrésdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða, lagði sig hann til að borgarstjórn samþykkti að fela skóla- og frístundaráði að festa lífsleiknikennslu í grunnskólum í sessi.
sem sérstaka námsgrein og samræma áherslur og kennsluaðferðir á milli grunnskóla í borginni. Lífsleikni samofin námsgreinum og daglegu skólastarfi grunnskólans og áherslur samræmdar í aðalnámskrá grunnskóla og eftir svona eðli málsins samkvæmt hafa skólar eftir sem áður ákveðið frelsi til þess að ákveða þetta og það var þeirra mat að það væri eðlilegt að svo væri. En allar breytingar á grunnkennslu eða grunnáherslum í lífsleikni yrðu að fara inn í aðalnámskrá grunnskóla sem samþykkt á þingi, Barna- og menntamálaráðuneytið fer með aðalnámskrá. Þannig að Skóla- og frístundasvið fagnaði því engu að síður að fulltrúar ungmenna láti sér lífsleikni í kennslu varða og þau vildu koma því til ykkar hvetja ykkur til þess að gera það áfram og koma hugmyndum innan skólana til skólastjórnenda. 8. tillagan var það Ísgerður Esja Nóadóttir sem var fulltrúi ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða. Hún lagði til að borgarstjórn fæli skóla- og frístundaráði að beita sig fyrir því að allar félagsmiðstöðvar hafi til umræðu á húsnæði og búnað til að halda úti faglegu félagsmiðstöðvarstarfi í samræmi við viðmið og stefnu Reykjavíkurborgar eigi síðar en haustið 2028. Ætti nú kannski vera frekar svona sjálfsag tillaga. Skóla- og frístundasviðið vinnur og mun halda áfram vinnu sem snýr að því að laga húsnæði félagsmiðstöðva í Reykjavík. Innleiðingin á reglum fyrsta og annan notanda að lokametrum í innleiðingu og gert ráð fyrir því að verkefni ljúki núna í haust. En auðvitað á húsnæði félagsmiðstöðva að vera, hvað skrifaði hann? Ásættanlegt til þess að halda úti faglegu félagsmiðstöðvarstarfi í samræmi við viðmið og stefnu Reykjavíkurborgar. Mér langar að þakka fyrir þá tillögu og líka allar þessar fínu tillögur og sem hafa verið lagðar nú þegar fram, bæði þessar í fyrra en líka eldri tillögur. Mér langar líka að þakka ykkur sem hafi fylgt þeim eftir inn í ráð og nefndir. Ég veit að það stundum svolítið stressandi að koma inn á svona ráðsfundi og vera spurður út úr en það hluti af ferlinu. Mér langar líka að þakka starfsfólkinu sem hefur unnið að þessu og unnið umsagnir og annað út frá tillögunum sem hafa komið frá ungmennaráðinu og ég bara hvet ykkur all til þess að halda áfram að spyrja spurninga og benda á það sem betur má fara, ekki bara á þessum fundum, heldur líka bara alltaf. Hér eru borgarfulltrúar sem að vinna við það að vera ykkar fulltrúar og eiga alltaf að vera að leita leiða til þess að gera samfélagið okkar betra. Ég hlakka bara til þess að góða og skemmtilega samtals í dag og hlusta á ykkur flytja ykkar tillögur og þakka fyrir mig. Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi, skilst forseta, hafi óskað eftir að veita ansvar, það borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Já, forseti, góði borgarfulltrúar og Reykjavíkurráðs liðar. Ég þakka borgarstjóra fyrir þessa yfirferðum afdrif tillagna frá því í fyrra. Mér heyrist lítið af því að hafa komist til efnislegrar meðferðar en það var mjög æskilegt fyrir okkur að hafa þetta skýrt á blaði í greinargerð, hvað komst til framkvæmda og hvað ekki. Nú eftir fundin í fyrra, á næsta borgarráðsfundi eftir þann fund 30. janúar þá óskuðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eftir greinargerð, það sem kæmi fram með skýrum hætti hvaða tillögur voru afgreiddar og hvernig þær hefur komist til framkvæmdar. Nú tillögunni, og þá erum við að tala fundin árið áður 2024, tillögunni var vísað til skrifstofu borgarstjórnar á fundi borgarráðs 20. febrúar en síðan höfum við ekki teirt og við höfum ekki fengið þessa greinargerð í hendur og mér langar til að spyrja borgarstjórum ástæðuna fyrir því að þessi greinargerð hefur kannski ekki verið skrifið að minnsta kosti ekki verið birt og getum við átt von á henni og kannski greinargerð frá þessum fundi líka. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar þá ansvari borgarstjóra Heiða Björg Hilmarsdóttir. Já, kæri forseti og borgarfulltrúar, ég fór yfir það áðan í ræðunni minni hver afdrif hverjar einnar tillögu hafa verið. Það sjálfsagt að senda þeim sem hafa áhuga á því bara ræðuna mína og hvað aðrar greinargerðir varðar þegar aðrir
borgarstjórar voru mögulega hér, þekki ég ekki, en það sjálfsagt að fara yfir það í borgarráði. Vanti borgarfulltrúan einhver svör varðandi eitthvað sem að tengist fyrri tillögum. En það bara vel að borgarfulltrúan vilji fylgja því fast eftir hver afdrif tillagnanna eru og ég veit að ungmennaráðið vill gera það líka og kannski getum við fundið einhverja betri og gagnsærri lausn til þess að halda utan það til framtíðar. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni, skilst forseta, öðru sinni borgarfulltrúan Kjartan Magnússon. Forseti góðir borgarfulltrúar Reykjavíkurráðs liðar, ég þakka fyrir svarið hjá borgarstjóra. Það mjög mikilvægt að við höfum þetta með skýrum hætti fyrir framan okkur eftir hvern svona fund, hvað hefur verið samþykkt og hvernig hefur nást í framkvæmd. Tillagan í fyrra sem hefur ekki verið svarað, hún fjallaði tillögurnar frá 2024 og nú komið 2026 og við höfum ekki fengið greinargerðin 2025. En fyrir einhverjum árum þá var, ef ég man rétt, hreinlega samþykkt að slík greinargerð skyldi liggja fyrir eftir hvern einasta fund borgarstjórnar og Reykjavíkurráðsins. Svo hættu þessar greinargerðir að berast og það miður og þess vegna mjög æskilegt eins og borgarstjóri kom inn á að við fengjum þessar greinargerðir, hvort það í formi ræðu borgarstjóra eða bara greinargerð sem slík, það kannski skiptir ekki öllu máli. Aðalatriðið að við fáum upplýsingarnar og auðvitað átti núverandi borgarstjóri að fylgja eftir þessari tillögu þar sem henni var vísað til skrifstofu borgarstjórnar 20. febrúar 2025. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvar öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, velkomin í borgarstjórn, kæru unglegar, forseti og ágæta borgarstjórn. Skrifstofa borgarstjórnar lítur ekki stjórn borgarstjóra, þannig að það verður frekar að beina spurningunum til forseta eða þeirra sem að sjá utanumhald borgarstjórnarfunda. Hins vegar finnst mér sjálfsagt að leggja fram slík yfirlit, ekki séð þessa beiðni, hún hefur ekki borist mér sérstaklega, en sjálfsagt að fara yfir það og ég get líka algjörlega séð fyrir mér að við getum haldið utanum þetta bara á vefnum, þannig að hver sem geti flett því upp þegar framlega stjórnir. Það tillögur sem hafa verið lagðar fram á ungmennaráðsfundum og hvað hefur orðið þar og hverju þar var að orðið til leiða. Því að stundum, og ég man bara eftir nokkru þannig tillögum sem hafa í rauninni ekki náða fram að ganga á 1 ári en eftir 2 eða 3 ár og það var líka gaman að fylgja því eftir að geta sýnt skilmerkilega á vefnum. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og göngum við til útsendrar dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Bústaða og Háaleitis lengingu opnunartíma sundlauga og tekur til máls ungmennaráðsfulltrúin Sigríður Dúa Brynjarsdóttir. Virðulegi forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Sigríður Dúa Brynjarsdóttir og kem frá ungmennaráði Laugardals, Bústaða og Háaleitis. Ísland þekkt fyrir mjög margt en sérstaklega sund. Sundið spilar svo stóran hluta af íslenska menningu að sundmenning Íslendinga komst á lista UNESCO yfir lifandi hefðir. Því fáránlegt að skerða á opnun í helstu sundlaugum á landinu. Hversu oft hafið þið ætlað að fara í kvöldsund en þurft að hætta við af því að sundlaugin lokar eftir svo stuttan tíma? Þetta kemur mjög oft fyrir mig og ungmenni í mínu hverfi. Í dag eru sundlaugar opnar til 9 helgar en til kl. 10 á virkum dögum og sama tíma sumrin. Okkur langar að halda opnunartímanum eins og þeir eru á virkum dögum en að lengja opnunartímanum helgar til kl. 10 eins og það var áður og lengja sumartíman líka. Opnunartímarnir voru 6:30 til 10 alla daga vikunar en árið 2004 var ákveðið að prófa að hafa opið til kl. 9 helgar en opið til miðnættis á fimmtudögum. En svo kom í ljós að miðnættissundið var ekki alveg að borga sig þar að það var tekið niður en ákveðið að halda að hafa opið til kl. 9 helgar og þannig hefur það verið. Okkur finnst þetta hreint út fáránlegt og viljum breyta aftur í til kl. 10 alla daga. Sund svo heilbrigð hreyfing og afþreying fyrir fólk á öllum aldri alltaf.
Ungmenni komast ekki fyrr í sund vegna æfinga, álags í skólum og vinnum sem geta náð langt fram á kvöld. Líka núna þar sem æfingar eru að klárast mjög seint á kvöldin að þá svo næs að komast í sund eftir æfingu en ekki fyrir. Núna opið til klukkan 9 helgar sem einmitt dagarnir þegar það ekki skólidaginn eftir og unglingar fá að vera lengur úti. Fjölskyldur hafa miklu meiri tíma saman helgar og nú spyr ég, eitthvað notalega en kvöldsund með fjölskyldunni? Ekki nóg með það, þá hentar sund líka öllum aldri og það ekki allir í boltaíþrótt eða rækt og þá sund frábær hreyfing. Það alveg hægt að horfa á þetta sem skerðingu á möguleika fólks til að stunda holla hreyfingu, en sund líka ekki bara líkamleg hreyfing, heldur líka andleg. Ferskt loft, heitt vatn, núvitund og góður félagsskapur. Andleg heilsa skiptir svo miklu máli og ég veit vel að sund gott lyf fyrir kvíða eða streitu. Einnig verið að tala mikla skjá og símanotkun hjá ungmennum í sundi, en í sundi það stranglega bannað og það raun hægt að segja að það sé annað símalaust svæði sem hentar öllum í samfélaginu vel. Fullorðnum sem vilja að börnin hætti símanum og fyrir börnin sem vilja njóta samverustunda án þess að fullorðna fólkið sé í skjánum. Betra að vera bara í vatninu. Svo gæti þetta líka að hjálpa íþróttafélögum að koma fyrir fleiri æfingum yfir lengri tíma, að miklu þægilegra að synda þegar ekki að tróðið á brautunum. Núna, rétt í þessu, var Ísland að komast yfir á lista hjá UNESCO yfir sundmenningun okkar. Þetta mjög merkilegt og enn meiri ástæði fyrir að halda sundmenninguna okkar uppi. Franska bagettið líka á listanum yfir franska menningu og þetta svona smá eins og að takmarka sölu á bagettum í Frakklandi sem mjög fyndin tilhugsun. Við viljum líka lengja opnunartímann á sumrin og hafa þó opið til klukkan 11 í júlí, júní og ágúst. Þetta væri þó 3 mánuðir og það myndi ekki kosta það mikið. Fólk fer yfir meira í sund á sumrin því það bjart vera úti og bara eðlilegt að vera lengur úti og hvað þá í sundi. Það væri hægt að gera þetta í samræmi við útivistarreglur því samkvæmt þeim með að 13–16 ára börn vera úti til miðnættis. Við vitum samt vel að þetta kostar og gæti að hækka kostnað smá, en aftur, sund spila svo stóran part af menningun okkar frábær hreyfing og ekki síst fyrir andlega heilsu. Svo gæti þetta líka auka tekjur á kvöldin fleiri mæta þá. En það koma svo fáir kvöld önnur mótrök, en það bara ekki rétt og við getum ekki vita að því að fólk hætt að fara í sund á kvöldin að því það lokar svo snemma. En það sem við gætum gert að prufukeyra þetta smá og sjá hversu mikið þetta skila sér. En svo má líka líta á kvöldofnum sem fjárfestingu í lýðheilsu ungmenna og það nú bara fjárfesting sem margborgar sig. Þannig að tillagan okkar að hafa opið til 10 alla vikuna og júní, júlí, ágúst opið til 11. Sundlegar spila stóran part í menningun okkar, styrkir samfélagið og eflir heilsu fyrir allan aldurshóp. Takk fyrir mig. Sigríður Dúa Brynjarsdóttir, ungmennaráðsfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir þá fyrst ansvar borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, þetta kannski meira meðsvara þegar ég svo sammála Reykjavíkurráðsfulltrúnum þessa tillögu. Ég held að við séum öll sammála það að sund það sem að gera Ísland sérstakt og það sem að gera borgarinn okkar frábæra að það sundlaugar í nánast öllum hverfum. Allavega það þannig hjá mér. Þannig ég hlýnti þetta að vera skoða vel. Ég sammála þessum rökum hvað varðar frí frá skjá. Ég noti sund líka til þess að aftengjast og slappa af. Þannig að ég vil bara vera með svona meðsvar að þetta sé frábært tillaga. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, meðsvar. Óskar fulltrúin Sigríður Dúa Brynjarsdóttir eftir að svara. Telst á ansvörum afsakið. Þá veitir ansvar borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, bara takk fyrir flotta ræðu. Held að við séum alveg til í að reyna að skoða þetta, en þetta bara allt kostar nú peninga eða þannig, en ég vildi kannski spyrja, myndi þetta þurfa að vera í öllum laugum eða væri skoðandi að það væri breytilegt eftir, það væri kannski ein laug í hverju hverfi eða eitthvað svoleiðis? Væri það eitthvað svona möguleiki? Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svarar það ansvari Sigríður Dúa Brynjarsdóttir, ungmennaráðsfulltrúi. Jú, mér líst líka bara vel á að hafa þetta í einni sundlaug hverju hverfi, en ég meina maður vill nú hafa samt að sé aðgengi fyrir bara allan aldurshóp alltaf. Jú. Sigríður Dúa Brynjarsdóttir hefur lokið við að svara ansvari. Telst á ansvörum lokið undir þessar ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Skúli
Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn og sérstaklega kæru fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna. Gaman að vera með ykkur hér á þessum mikilvæga fundi. Já, ég kem hér upp sem formaður menningar- og íþróttaráðs til þess að segja nokkur orð tillögu Sigríðar Dúfu Brynjarsdóttur varðandi opnunartíma sundlauga í borginni. Þess efnis að hann veri lengdur 1 klukkustund helgar og sömuleiðis á sumrin. Áður en ég kem að tillögunni langar mig að segja nokkur orð sundlaugamenninguna eins og Sigríður Dúfa myndist á. Fyrst vil ég segja að það er mín skoðun að sundaaðstaðan í borginni og reyndar á Íslandi sé eitt af besta við landið okkar. Við erum löngu orðin vön því að geta farið í uppbyttaðar sundlaugar bæði inn og úti í borginni, en það eru lífsgæði sem að þekkjast ekki víða erlendis, þar sem er ekki sami aðgangur að hitaveitu eins og við búum við hér á Íslandi. Og þar sem eru uppbyttaðar laugar eða baðsvæði er aðgangsgjaldið gjarnan mun hærra en við innheimtum í okkar laugum. Og eins og framkom í máli Sigríðar Dúfu þá var það ein af ánægjulegustu fréttum svona undir lok síðasta árs í desember að íslenska sundlaugamenningin var staðfest á lista UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf mannkyns eins og það var orðað, og er þetta í fyrsta skipti sem að Ísland kemst á þann lista. Auðvitað er skrítið í einhverjum skilningi að kalla sundlaugamenninguna óáþreifanlega því að sundlaugarnar okkar, mannvirkin, baðvatnið og auðvitað við, fólki sem að sækjum laugarnar, erum sannarlega áþreifanleg, þó ég mæli ekki endilega með því að fólk sé mikið að þreifa hvert á öðru í sundi nema það sé sérstaklega beðið. Við eigum 8 sundlaugar í borginni og það koma næstum 2,5 milljónir gesta í laugarnar okkar á hverju ári samtals. Þær hafa allar sín sérkenni og ég hvet ykkur öll til þess að prófa þær allar ef þið hafið ekki gert það nú þegar. Og það er staðreynd að sundlaugarnar í Reykjavík eru opnar lengur en sundlaugar í öllum nágranna sveitarfélögum Reykjavíkur og reyndar á landinu öllu ef ég þekki það rétt, og við stöndum líka einna fremst í samanburði við Norðurlöndin og flest lönd Evrópu hvað þetta varðar. En við höfum sannarlega mikinn metnað til þess að bæta þjónustuna enn frekar. Þess vegna samþykktum við á fyrsta fundi nýs árs í menningar- og íþróttaráði í tilefni af útnefningu UNESCO að láta vinna sérstakar sóknaráætlun hvernig við getum gert enn betur, gert endurbætur í sundlaugunum okkar, bætt þjónustuna og ætlum til dæmis að ráðast í þjónustukönnun meðal sundlaugagesta hvað megi gera til að bæta aðbúnað á þjónustu í laugunum, en líka horfa til framtíðar og meta hvar við sjáum fyrir okkur næstu sundlaugar í borginni á næstu áratugum. Hvar er helst svigrúm til þess að bæta við aðstöðu, leiktækjum, hreistibrautum, aðstöðu fyrir ungbarnafjölskyldur og fleira. Og ég vil þakka Sigríði Dúfu og hennar félögum í ungmennaráði í Laugardalsbústað og Háaleitis fyrir góða tillögu. Ég er sannarlega sammála því sem að þar er sagt að sund er bæði holl og heilsueflandi hreyfing. Hún er frábær fyrir andlegt heilbrigði og auðvitað miklu betri kostur en skjátími sem að skilur lítið eftir sig í mörgum tilvikum og er mikill tímaþjófur eins og við öll þekkjum á eigin skinni. Við stigum skrefi fyrra til þess að lengja opnunartíma sundlauganna okkar á sumrin klukkutíma til klukkan 10 frá 1. júní til 1. september og reynslan af því var góð. Það er því mikill vilji hjá okkur og jákvæðni fyrir því að gera það áfram og við munum skoða á næstu vikum hvort við getum tekið viðbótar skref í þeim efnum. Þessu fylgja viðbótar útgjöld, það er rétt. Það þarf að borga starfsfólki laun í lengri tíma og laun eru hærra á kvöldin en á daginn, en það er allt hægt í þessum efnum. Og eins og Sigríður Dúfa fór vel yfir í sinni ræðu, það er hægt að taka svona skref í áföngum, það er hægt að byrja með tiltekna laugar og útvika þetta svo yfir allt sundlauganettið, þannig að möguleikarnir eru margir. Og ég vil ljúka mínu máli með því að segja að ég er mjög fylgjandi því að við fjöllum þessa tillögu með opnum huga, legg til að henni verði vísað í menningar- og íþróttaráð og vil gjarnan bjóða Sigríði Dúfu að mæta þar sem tillöguflytjanda til þess að kynna tillöguna, taka þátt í umræðum við okkur sem að setjum í ráðinu og setjum hana síðan í formlega vinnslu og afgreiðslu í kjölfarið. Takk fyrir. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það er borgarfulltrúin Sandra Hlíf og Kares. Forseti og kæra ungmennaráð, ég vil bara byrja að þakka fyrir þessa tillögu, þetta er góð tillaga. Ég kalla nú kannski svolítið eftir því að afstöðu borgarfulltrúans Skúla Helgasonar gagnvart þessari tillögu, því að tekur undir það að þetta sé vilji og það sé jákvæðni, en það er samt sem áður ekkert svar.
nú liggur fyrir að það er náttúrulega sjálfsög aukinn kostnaður við að halda lögunum opnum, en ég held að það var nú verið einhver góður borgarbúi sem reiknaði það nú út að þetta verið cirka 11 krónur eða eitthvað svoleiðis á íbúa eða notanda sem myndi bætast við að bæta þessum klukkutíma sem var þá bætt við þarna sumartíman. Þannig að ég kalla kannski meira bara eftir afstöðu til þess, ekki bara vilja og jákvæðni. Stendur til að taka þessa tillögu til afgreiðslu eða fer hún inn í þessa sóknaráætlun og hvenær verður sóknaráætlunin tilbúin og í hvenær megum við ætlast til þess að þær tillögur sem komið þar fram komið til framkvæmda. Sandra Hlíf og Kares borgarfulltrúi við lók við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn og félagar í Reykjavíkurráði ungmenna, ég er jákvæður fyrir tillögunni, get sagt það bara hreint út, en við þurfum auðvitað að fjalla nánar hana í ráðinu og fara einmitt yfir mismunandi útfærslur. Það fer auðvitað eftir útfærslunni hver kostnaðurinn verður. Ég get upplýst það að það kostaði 7 milljónir að lengja 1 klukkutíma í fyrra á sumrin. Þannig að þetta er ekki risastórar upphæðir sem eru undir en hér er verið að tala að lengja klukkutíma bæði yfir vetrar og sumartíman. Þannig að það verður eitthvað hærri fjárhæð en það fer eftir útfærslunni hvort við færum í alla laugarnar eða myndum byrja eitthvað með skemmri skýrn. En þetta allt hluti sem við förum vel yfir í ráðinu. Varðandi sóknaráætlun þá erum við að leggja það upp þannig að hún verði unnin í 2 áföngum. Við fáum inn áfangaskýrslu í apríl og síðan komi endanlega niðurstöður seinna á árinu. Skúli Helgason borgarfulltrúi við lók við að svara ansvari og veiti þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Sandra Hlíf og Kares. Forseti, bara þakka fyrir þetta svar. Ég vil bara hvetja þennan meirihluta að taka þessa tillögu alvarlega til skoðunar og líka að líta til þess að það er náttúrulega hellingsforvörd líka í því að hafa laugarnar opnar. Þannig að þetta er þetta líka fjárfesting í því, þannig að þegar horft er til aukinnar útgjalda, að hvað spörum við líka með því að fá betri geðheilsu og minni skjátíma og allt sem því fylgir. Þannig að ég bara hvet fulltrúi ungmennaráðsins til að standa fast á sínu og fylgja þessu hart eftir í ráðinu. Takk. Sandra Hlíf og Kares borgarfulltrúi við lók við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og félagar í Reykjavíkurráðinu. Ég tek undir þetta sem Sandra Hlíf er að benda á með forvarnaþáttinn og lýðheilsuna. Það skiptir mjög miklu máli að við séum að verja okkar tíma skynsamlega. Það er bara ekki til, held ég, hollari eða meira hressandi hreyfing heldur en að fara í sund. Fyrir utan bara félagslega þáttinn að vera með sínum vinum og kynningjum eða foreldrum ef að menn þora að láta sjá sig á almannafæri með foreldrum sínum heldur en að fara í sund. Þannig að við eigum bara að gera sem mest af því að lyfta okkar sundlaugamenningu, hafa þjónustuna eins góða hún getur verið og það er það sem við viljum gera hér í borginni. Skúli Helgason borgarfulltrúi við lokið við að svara ansvari öðru sinni og telst á ansvörum lokið undir þessar ræðu og tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og ágæta ungmennaráð Reykjavíkur. Ég vil þakka tillöguflytjandanum Sigríði Dúu Brynjarsdóttur fyrir metnaðarfulla og flotta tillögu. Það er alltaf gaman að tala sundlaugarnar. Ég er alveg sérstök áhugamanneskja sund og sundmenningu, þannig að mér veitist ljúft að ræða þetta málefni í dag. En alla síðustu öld fór Reykjavík fyrir öðrum sveitarfélögum í málefnum almennings sundlauga. Gömlu laugarnar í Laugardalnum voru starfræktar frá 1908, Sundhöll Reykjavíkur hóf rekstur 1937, Sundlaug Vesturbæjar 1961 og nýja sundlaugin í Laugardalnum árið 1968. Í kjölfarið komu svo sundlaugarnar í Breiðholti, Árbæ, Grafarvogi og Úlfarsárdal. Í framhaldinu var mótuð stefna almennings sundlaugar í Reykjavík í helstum borgarhlutum. Það er öllum ljóst að Reykjavík er sundlaugaborg og vinsældir laugana er stór hluti af okkar menningu. Fyrir utan lýðheilsugildi laugana gegna þær hlutverki sem hjarta hverfanna og eru samofnar menningu borgarinnar.
Íbúar Reykjavíkur líta á laugarnar sem aðgengilega og sjálfsagða afþreyingu en þá þarf afgreiðslutími þeirra að vera hentugur. Hver laug á að hafa fjölþætt hlutverk í sínu hverfi. Laugin á að vera samkomustaður fólks í hverfinu og leikvöllur fjölskyldunar. Þess vegna brýnt að afgreiðslutími sundlaugana sé og verði ekki skertur heldur rýmkaður. Verði rýmkaður. Mikilvægt að sundlaugarnar séu opnar á frídögum fjölskyldunar eins og til dæmis páska og hvítasunnu og þá líka mikilvægt að opnunartíminn verði lengdur til klukkan 22 á virkum dögum og helgar. Eins og segir í greinargerð tillögunnar að sund holl og heilsueflandi skjálaus afþreying. Þetta mjög mikilvægt. Ekki veitir af. Og þetta skapar ungmennu tækifæri til að eyða kvöldstundum helgar í jákvæðri afþreyingu. Mig langar til þess að færa hér fram ósk til formanns menningar- og íþróttaráðs sem var að vísa tillögunni, þessari metnaðarfullu tillögu sem hún Sigríður Dúa Brynjarsdóttir var að flytja hér, af því að henni var vísað í ráðið til ykkar, að þið takið þessari tillögu jákvætt og samþykkið hana þar. Og vona að okkur gangi öllum vel með það að fá opnunartíma sundlaugana lengdan sem fyrst. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óska eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu tillöguna og óska eftir því að borgarfulltrúar og ungmennaráðsfulltrúar séu í salnum þannig að hægt sé að ganga til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu sem hefur borist. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögu fulltrúa í ungmennaráði Laugardalsbústaða og Háaleitis lengingu opnunartíma sundlauga til meðferðar menningar- og íþróttaráðs. Þeir fulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefið þess merki. Þá telst málsmeðferðartillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Bústaða og Háaleitis að lengja og auka við opnunartíma félagsmiðstöðva og tekur til máls ungmennaráðs fulltrúinn Jökull Logi Sigurjónsson. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Ég heiti Jökull Logi og ég kem frá ungmennaráði Kringlumýrar. Við í ungmennaráði Kringlumýrar leggjum til að opnunartími í félagsmiðstöðvum verði lengdur til 22 á mánudögum og miðvikudögum og til 22:30 á föstudögum. Að auki væri hægt að bæta auka kvöldopnun við annaðhvort á þriðjudegi eða fimmtudegi. Árið 2023 var gerð breyting á opnunartíma í öllum félagsmiðstöðvum þar sem opnunartími var styttur korter á mánudögum og miðvikudögum. Þessi stytting 15 mínútur sparaði borgina 11 milljónir, en einnig voru tínd til rök mikilvægi þess að unglingar væru komnir fyrr heim til að geta farið fyrr að sofa og uppfyllt grunnþörf sína í svefni. Árið 2004 var svo gerð breyting á byrjun skóla þar sem skóladagurinn byrjar í fyrsta lagi 8:50. Þá spyrja mig hvort þær forsendur til styttingar opnunartímans varðar svefngæði séu ekki brostnar og af hverju þá ekki hægt að hafa aftur opið til 10. Einnig veltum við fyrir okkur hvort það sé ekki hægt að bæta við auka kvöldopnun í viku til 21:45 þar sem unglingar komast þá tímanlega heim
en þeim stendur til boða jákvæð afþreying eða athvarf fleiri kvöld í viku. Félagsmiðstöðvar eru staður þar sem ungmennum á að líða vel, þannig þá spyr ég jafnframt bara, af hverju erum við að stytta opnunartíma til þess að spara peninga? Eru 11 milljónir í alvörunni meira virði en andlega og félagslega heilsa ungmenna? Með leyfi forseta kemur fram í grein 92 barnaverndarlögum að börn sem eru á aldrinum 13 til 16 ára skuli vera á almannafæri eftir klukkan 22 nema að þau skuli ekki vera á almannafæri eftir klukkan 22 nema að þau séu á heimferð frá viðurkenndri skóla, íþrótta eða æskulýðssamkomu. Það var talað að stytting opnunartíma væri til þess að krakkar komist heim fyrir klukkan 10 en þetta segir okkur að krakkar mega vera úti eftir klukkan 22 ef það verið að fara heim úr skipulögðu æskulýðsstarfi. Síðan þessi breyting hefur verið gerð erfiðara fyrir starfsmenn að segja ungmennum að fara heim þar sem klukkan ekki orðin 10 og krakkar fara ekkert endilega beint heim og eru þá líklegir til hópamyndunar utandyra og getur aukið þörf á vettvangsstarfi í félagsmiðstöðva sem kostar líka peninga. Með leyfi forseta stendur á reykjavík.is undir félagsmiðstöðvar að lögð sé sérstök áhersla á að ná til þeirra unglinga sem þarfnast félagslegs stuðnings og að bjóða upp á fjölbreytilegt viðfangsefni. Unnið í klúbbum, sértæku hópastarfi, opnunarstarfi og tímabundnum verkefnum. Af hverju erum við þá að stytta opnunartíma sem bitnar á börnum bara til þess að spara peninga? Ég tala nú ekki þegar það þarf síðan að spara meiri peninga. Það þarf þá að stytta aftur annað korter. Lenging á opnunartímum félagsmiðstöðvum styður við fornvarnagildi félagsmiðstöðva ásamt því að það geti stuðlað að því að fólk verði minna inni í símanum, að fjölga tækifærum unglinga til tengslamyndunar, dregur úr áhættuhegðun og hópamyndun á kvöldin. Félagsmiðstöðin mín reyndist mér vel þar sem að ég kynntist mikið af fólki og hún var staður sem ég vissi að ég geti farið til ef mér leið illa eða eitthvað svoleiðis. Og voru það sorgarfréttir fyrir alla í kringum mig að frétta af styttingunni fyrirvarnalaust og að því virtist án alls samráðs við unglingana sem sækja starfið. Lenging opnunartíma myndi að auki stuðla að auknu jafnræði ungmenni frá ólíkum aðstæðum félagslega sem hafa ekki tök á stunda aðrar tómstundir eiga öruggt skjól í sinni félagsmiðstöð óháð því hvernig aðstæður eru heima fyrir eða í skólanum. Takk fyrir mig. Jökull Logi Sigurjónsson, ungmennaráðsfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Það er borgarfulltrúin Erlingur Sigvaldason. Forseti, ég eins og Magna rétt áðan var að gefa meðsvar, þá ætla ég líka að gefa meðsvar. Þetta frábært tillaga. Ég sjálfur félagsmiðstöðva starfsmaður og rökin sem Jökull bendir á eru stórgóð. Það má ekki gefa neitt eftir þegar kemur að forvörnum og félagsmiðstöðva starfi. En mér finnst að tillaga mætti líka bara ganga ennþá lengra og af hverju ekki líka veltaði fyrir okkur hvers vegna félagsmiðstöðvar eru ekki opnar helgar. Það líka eitthvað sem við þyrstum raunverulega pæli. Takk fyrir. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, óskar eftir að svara ansvari. Telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, borgarfulltrúar, kæru ungmennaráðsfulltrúar og gestir. Hér er lagt til að lengja opnunartíma félagsmiðstöðva korter á mánudögum og miðvikudögum en hálftíma á föstudögum. Einnig er lagt til að bæta við einum opnunardegi annaðhvort á þriðjudögum eða fimmtudögum. Þetta er virkilega góð tillaga og ég tek undir með tillöguflytjanda að það sé mikilvægt að efla félagslegt umhverfi barna og ungmenna og að öflugt félagsstarf stuðli að auknu öryggi og dragi úr áhættuhegðun. Öflugt félagsstarf skipar stóran sess í lífi barna og unglinga í Reykjavík. Í góðu félagsstarfi er lögð áhersla á að efla félagsfærni, styrkja sjálfsmynd og styðja við heilbrigðan lífstíl barna og ungmenna. Alþjóðlegar rannsóknir sýna að börn og unglingar sem taka þátt í skipulögðu félags- og frístundastarfi upplifa meiri vellíðan, standa sig betur félagslega
og eru síður líkleg til að hverfa frá námi en þau sem ekki taka þátt. Rannsóknir sýna líka að frístundastarf skiptir mikilvægu hlutverki í forvörnum. Þess vegna var það vond ákvörðun að stytta opnunartíma félagsmiðstöðva árið 2023. Ég kom ekki að þeirri ákvörðun, svo það sé tekið fram. Sérstaklega í ljósi þess að rannsóknir sýndu að andlegri heilsu ungmenna hrakaði eftir COVID-tímabilið. Í umfangsmikilli rannsókn breskra stjórnvalda kemur fram að þegar dregið er úr starfi félagsmiðstöðva aukast líkur á neikvæðum samfélagslegum afleiðingum og hér höfum við til dæmis horft upp á aukið ofbeldi, aukna vanlíðan meðal barna og ungmenna. Það sem við vitum að aukið félagsstarf eykur vellíðan og minnkar ofbeldi, þá eigum við að sjálfsögðu að styrkja félagsstarfið enn frekar. Í skóla- og frístundaráði, þar sem ég er formaður, höfum við þó nokkuð rætt hvernig styrkjum og eflum félagsstarf barna enn frekar. Í lok nóvember skilaði stýrihópur forvarnir og aðgerðum ofbeldi barna og ungmenna tillögum það hvernig unnið skuli heildstætt gegn ofbeldi sem beindist að börnum og ungu fólki. Þar komu fram tillögur að lengja opnunartíma félagsmiðstöðva og að efla sértækt hópastarf fyrir börn á aldrinum 10 til 12 ára og að starfið færi fram í 5 félagsmiðstöðvum þar sem þörfin væri mest. Það eru nefnilega vísbendingar aukið ofbeldi í þessum hópi. Þetta má að líkindum rekja til þess að mörg þessara barna hófu skólagöngu í COVID-faraldrinum og skortir þjálfun í félags- og tilfinningafærni. Einnig var lagt til að auka þátttöku foreldra í skóla- og frístundastarfi og mig langar að segja ykkur frá í því samhengi að segja ykkur frá skemmtilegu starfi sem heitir Foreldrahermir í félagsmiðstöðinni Hólmaseli. En tilgangur með því verkefni er að auka foreldrasamstarf með því að hafa sérstaka foreldraopnanir í félagsmiðstöðum en þessar opnanir foreldra hafa verið gríðarlega vinsælar og vonandi verður þetta, það fyrirhugað að taka þetta í fleiri félagsmiðstöðum, sem mjög skemmtilegt. En aftur á tillögunum, skóla- og frístundasviði var falið að rýna tillögur stýrihópsins forvarnir og aðgerðir gegn ofbeldi sem tengjast sviðinu og forgangsraða þeim og koma í framkvæmd. Þessi vinna er í gangi á sviðinu svo ég á frekar vona á að félagsstarf verði eflt strax næsta haust, eða ég vonast til þess. Í tillögu ungmennaráðsins er lagt til að breytingarnar á opnunartíma félagsmiðstöðva taki gildi ekki fyrr en haustið 2027. En ég vona að það verði komið breytingar fyrr og að við gerum þessar breytingar í skrefum. Einfaldast er að bregðast við að lengja tíman á þeim dögum sem þegar er opið. Nú þarf ég að flýta mér. En stærri skref væri að fjölga opnunardögum og það væri hægt að gera það í einhvers konar skrefum. Og í því samhengi vil ég nefna að á síðasta borgarstjórnarfundi þá ákveðum að veita reykvískum grunnskólabörnum frítt í strætó og á það að taka gildi 1. maí. En það gefur nemendum möguleika á að fara milli félagsmiðstöðva. Það aðeins að bæta við, ég komin fram yfir tíma, ég legg til að þessari fínu tillögu verði vísað til skóla- og frístundaráðs til meðferðar og ég mun taka fagnandi á móti henni sem formaður ráðsins. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, kæru fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og aðrir áheyrendur.
Nú ræðum við tillögu Jökuls Loga Sigurjónssonar, fulltrúa í ungmennaráði Laugardalsbústaða og Háaleitis lengingu og opnunartíma í félagsmiðstöðvum til klukkan 10 á mánudögum og miðvikudögum og föstudögum til klukkan 10:30 og jafnframt að bæta við einum opnun á viku. Ég fagna þessari tillögu og ég mun styðja framgöngu hennar og ætla að fara yfir 3 ástæður fyrir því að ég styð tillöguna. Í fyrsta lagi þurfa ungmenni stað utan heimilis og skóla, sérstaklega á kvöldin. Heimilið og skólinn eru grunnstoðir í lífi barna, en ungmenni þurfa líka þriðja rýmið. Það er stað þar sem þau geta verið þau sjálf, hitt vini og tilheyrt. Þörfin fyrir slíkan stað eykst oft á kvöldin. Þá eru margir hættir öðrum tómstundum og ungmenni vilja fara að hitta önnur ungmenni. Þá er mikilvægt að hafa aðgang að félagsmiðstöð sem er öruggt og uppbyggilegt rými. Við vitum líka að þegar við eldumst þá minnkar áhugi okkar á að vera heima með fjölskyldinni. Þörfin fyrir að fara út úr húsi og hitta vini eykst og við verðum sjálfstæðari sem einstaklingar. Lengri opnunartími þýðir að ungmenni geti valið sér öruggan griðastað á kvöldin til að hitta vini, taka þátt í skipulagðu hópastarfi eða viðburðum í félagsmiðstöðvum, í stað þess að vera úti eða á öðrum stöðum. Við megum heldur ekki gleyma því að það er ekki öll börn sem eiga gott heimili og því er mikilvægt að það sé öruggur griðastaður fyrir þau börn sem þess þurfa. Mig langar líka að nefna að þegar borgin tók það ákvörðun að stytta opnunartíma félagsmiðstöðvanna á sínu tíma, þá var ég mótfallin því. Og ég tel mikilvægt að þegar við tökum ákvörðun sem varðar sérstaklega hagsmuni börn og ungmenna, þá verðum við að taka þeirra sjónarmið inn í þá umræðu og það var ekki gert í þessari ákvörðunartöku sem ég tel miður. Og jafnvel þó að fjárhagsstaða borgarinn hafi verið slæm á þeim tíma, þá tel ég að þetta hafi ekki verið rétt hagræðing. Lengri opnun í félagsmiðstöðvum tryggir aðgengi ungmenna að öruggu umhverfi og skipulagðu æskulýðsstarfi með fagfólki í kringum sig. Það er mikilvæg fjárfesting sem leiðir mig á næstu ástæðu fyrir því að ég styð þessa tillögu. Í öðru lagi er unnið öflugt forvarnastarf í félagsmiðstöðvum og þar fyrir fram snemmtæk íhlutun. Skipulagt æskulýðsstarf með fagfólki skiptir máli fyrir farsæld barna og ungmenna. Þar fyrir fram víðtæk fræðsla hin ýmsu málefni. Það sem eðli félagsmiðstöðva er annað en skóla myndast oft traust á milli ungmenna og starfsfólks á auknum jafningjagrundvelli. Ungmenni greina þar oft frá erfiðleikum sínum við starfsfólk og starfsfólk tekur eftir því ef barn á í erfiðleikum, hvort sem það tengist líðan, félagslegu vanda eða áhættu hegðun. Rannsóknir sýna að frístundastarf gegnir mikilvægu hlutverki í forvörnum og þær hafa jákvæð samfélagsleg áhrif til langs tíma. Í þriðja lagi langar mig að nefna að félagsmiðstöðvar efla unglingamenningu og þátttöku ungmenna í samfélaginu. Í félagsmiðstöðvum fá ungmenni tækifæri til að skapa, skipuleggja starfið og tilheyra. Og þar fyrir fram þjálfun í grunnfærni sem nýtist börnum alla þeirra ævi. Ungmenni fá í félagsmiðstöðvum tækifæri til að vinna að áhugamálum sínum, efla skapandi hugsun, lýðræðisvitund og félagsfærni í gegnum starf í stúdíói, skipulagningu viðburða, fræðslu, ungmenna, lýðræðisverkefnum og verkefni sem styrkja sjálfstraust og félagsfærni. Þetta er staðfest í rannsóknum sem benda til þess að börn sem taka þátt í skipulagðu frístundastarfi líði betur, eru með betri félagsfærni og eru ólíklegri til þess að verða brottfallsnemendur. Kjarni málsins er sá að félagsmiðstöðvar eru ekki bara staður fyrir afþreyingu, þær eru öruggt rými, griðastaður og hvetjandi og uppbyggilegur vettvangur fyrir ungmenni. Rannsóknir hafa ítrekað bent á mikilvægi félagsmiðstöðva og við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja aðgengi ungmenna að þeim. Best væri ef að starfsemi þeirra væri lögfest, þannig að öll börn á Íslandi ættu aðgengi að félagsmiðstöðvum, en það er þó ekki verkefni okkar hér í þessum sal. Ég þekki starf félagsmiðstöðva af einraun. Ég var sjálf barn sem að sótti félagsmiðstöðvar og svo starfaði ég í félagsmiðstöð og það er án efa það skemmtilegasta og mest gefandi starf sem ég hef unnið við. Þar sem að ég sá á hverjum degi hvað áhrif þetta starf hefur og hvernig traust myndast, hvernig börn blómstra þegar þau fá rými til að tilheyra og hvernig þetta grípa snemma inn í þegar eitthvað er að.
Þessi reynsla styrkir enn sannfæringunum mína fyrir því að við fengum að styðja við félagsmiðstöðvarstarf og ég mun því styðja þessa tillögu og framgang hennar. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu sem hefur borist. Óskar eftir því allir fulltrúar séu í borgarstjórnarsalnum, þannig að hægt sé að kjósa málsmeðferðartillöguna. Borist hefur málsmeðferðartillaga við tillögu fulltrúa í ungmennaráði Laugardals, Bústaða og Háaleitis að lengja og auka við opnunartíma félagsmiðstöðva, þar sem í málsmeðferðartillögu lagt til að tillögunni verði vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja. Þá málsmeðferðartillagan samþykkt með öllum atkvæðum, 23. Og þá göngum við til næsta liðar á útsendri dagskrá sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta að hækka frístundastyrk barna og ungmenna og tekur til máls ungmennaráðsfulltrúan Ragnheiður Gróa Elvarsdóttir. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Ég heiti Ragnheiður Gróa Elvarsdóttir og ég fulltrúi ungmennaráðs Árbæjar og Holta. Við leggjum til að frístundastyrkur barna og ungmenna verði hækkaður 25.000 krónur eða upp í 100.000 krónur. Það eru liðin 3 ár síðan styrkurinn var hækkaður síðast og nú til dags eru flest ungmenni að stunda að minnstakosti eina tómstund eða íþrótt sem kostar að meðaltali 50.000 krónum meira en núverandi frístundastyrkur barna og ungmenna. Þar teljum við ekki með fatnað, búnað, mót, æfingaferðir og svo framvegis. Við í ungmennaráði Árbæjar og Holta sendum póst á frístundakorta@reykjavik.is til að forvitnast meðal annars fyrri hækkanir frístundastyrksins og hvort það væru einhver fyrirhuguð plön að hækka hann. Við sendum póstinn fyrir rúmi mánuði síðan en höfum ennþá ekki fengið neitt svar. Við tókum því málin í eigin hendur og fundum þessa grein á síðu Reykjavíkurborgar sem lesin með leyfi forseta. Frístundastyrk Reykjavíkurborgar var komið á árið 2006 undir heitinu frístundakortið. Styrkurinn var í upphafi greiddur fyrir seinni hluta ársins 2007 að upphæð 12.000 krónur. Árið 2008 var styrkurinn síðan greiddur í fyrsta skipti allt árið og var upphæðin þá 25.000 krónur. Þann 1. janúar 2015 var styrkurinn hækkaður í 35.000 krónur og svo var hann hækkaður í 50.000 krónur þann 1. janúar 2017. Styrkurinn hækkaði svo síðast fyrir 3 árum og fór þá upp í 75.000. Við í ungmennaráði Árbæjar og Holta gerum könnun sem við sendum út í hverfin okkar þar sem við könnuðum meðal annars hversu há upphæðin að stunda tómstundir og íþróttir nú til dags. Úr þessari könnun fengum við 218 svör. Við fengum þær niðurstöður að meðalkostnaður fyrir íþrótta- og tómstundaiðkun var 130.000 krónur á ári, sem næstu í helmingi hærri heldur en núverandi styrkur. En lægsta verð var 18.000 krónur og hæsta tæp milljón. Öll getum við verið sammála að forvarnir eru mjög mikilvægar fyrir börn og ungmenni. Rannsóknir
sýna að það fylgir því mikil forvörn að stunda íþróttir og eða tómstundir. Flest börn sem stunda einhvers konar íþróttir eða tómstundir eignast fleiri vini, líður betur og eru ólíklegri til að sýna áhættuhegðun. Sum börn og ungmenni fá ekki tækifæri til að stunda allar þær tómstundir eða íþróttir sem þeim langar til að stunda. Þar sem styrkurinn er einungis 75.000 krónur. Okkar mat er að þetta fjármagn er ekki nógu hátt fyrir forráðafólk þeirra barna og ungmenna sem eiga ekki nógu mikið á milli handana. Þetta getur valdið því að barnið eða ungmennið sem hefur ekki efni á því getur upplegað mikla vanlíðan. Þau geta einnig orðið mjög einmana vegna þess að þau fá ekki þetta tækifæri til þess að kynnast fleiri fólki og fá þessa félagslegu örvun. Öll börn eiga skilið sömu tækifæri óháð uppruna og bakgrunns. Að hækka frístundastyrkinn hagnast fyrst og fremst börnum og ungmennum en einnig öllum sem koma að lífi þeirra, þar með talið fjölskyldumeðlimir, vinir, kennarar og frístundastarfsmenn, en auðvitað er þetta ekki tæmandi listi. Við leggjum til að þessi tillaga taki gildi 1. janúar 2027. Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúin Ragnheiður Gróa Elvarsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Ellen Jacqueline Kalmon. Forseti, ágæta borgarstjórn og kæru fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna og aðrir áheyrendur. Ég vil nú byrja á því að þakka henni Ragnheiði Gróu Elvarsdóttur fyrir svona ítarlega yfirferð á sögu frístundastyrksins og er ansi imponerið yfir frumkvæðinu sem var tekið í að gera könnun í hverfinu og bara virkilega vel að sér staðið. En þessi borgarstjórnarfundir með fulltrúum úr Reykjavíkurráði ungmenna eins og í dag finnast mér skemmtilegustu fundirnir. Hér fáum við fjölbreyttar tillögur sem eru sérsniðnar af börnum og ungmennum og því fagna ég. Ég tel þennan vettvang lýðræðislega mjög mikilvægan þar sem að ungmenni fá tækifæri til að kynnast í hvernig lýðræði virkar, eiga þetta samtal og samráð og þar sem þau kynnast líka kostum þess og göllum. Að því í slíku samráði þar sem tillögur eru lagðar fram og fá svo formlega afgreiðslu, þá er þetta mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir samráð og oft mikla vinnu, það nást ekki alltaf allar tillögur í gegn. Þrátt fyrir gott samtal, þrátt fyrir að það hafi verið hlustað og þrátt fyrir að góð rök liggi fyrir málinu. En niðurstaða samráðs er ekki alltaf að einn eða annar nái sínu fram, heldur er að stundu þannig að enginn nær sínu fram og stundum er að þannig að báðir aðilar þurfa að gefa eitthvað eftir og koma svo að niðurstöðu einhverja málammiðlunartillögu. Og stundum er niðurstaðan líka bara svo að tillagan fellur út af borðinu vegna ýmissa þátta sem geta verið tæknilegir, þeir geta verið fjárhagslegir, málið er í vinnslu annars staðar eða af öðrum orsökum. Það getur stundum verið erfitt að horfa fram á niðurstöðu aðra en maður hafi óskað sér, en þá gildir það, gott fólk, að gefast ekki upp og reyna aftur síðar eða annars staðar. Og til ykkar ungmennana sem sitja hér í dag vil ég segja, aldrei gefast upp á málum sem þú trúir á og aldrei hætta að þora að tala fyrir þínum baráttumálum. Að þessu sögðu þá fagna ég þeirri umræðu sem tillaga Ragnheiðar Gróu Elvarsdóttur, fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta, fjallar sem er mikilvægi frístundastarfs fyrir börn og ungmenni og áhrif fjárhagslegs aðgengis í þátttöku í íþróttum og tómstundum. Það er algjörlega rétt hjá henni að frístundastyrkur skiptir miklu máli fyrir fjölskyldur sem að glíma við fjárhagslegar þrengingar og stuðningur við þátttöku barna í tómstundum er sannarlega forvarnarmál sem skilar sér til lengri tíma til samfélagsins. Það er þó jafnframt mikilvægt að horfa til heildarmyndar og gagna þegar það á að móta svona stefnum frístundastyrk og fjárhæðir og reglur og það er þekkt að nýting frístundastyrks Reykjavíkurborgar mætti vera meiri. Og skýringur á því hafa meðal annars verið vegna skorts á aðgengi að viðeigandi frístundastarfsemi eða vegna þess að styrkurinn dugar ekki til að mæta kostnaði í heild. Og þetta má sérstaklega greina í hverfi eins og Breiðholti, þekkjum við, þar sem hlutfall barna sem nýta frístundastyrk er marktakt lægra en í öðrum hverfum borgarinnar. En það hefur verið unnið að því innan borgarkerfisins að tryggja betri nýtingu frístundastyrks og það hefur sannarlega skilað árangri
og ég vísa hérna í fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 27. september 2024. Þar segir, með leyfi forseta, að nýting frístundastyrksins hefur aukist og eru nú um 82% barna nýta styrkin sem hæsta hlutfall frá upphafi. Það líka afar jákvætt að nýtingin eftir aldri að aukast svo börn haldast lengur í formlegu frístundastarfi og brottfall ungmenna úr íþróttum og öðru frístundastarfi minnkar verulega meðal barna 13 til 16 ára. En þrátt fyrir þessa aukningu þá má auðvitað alltaf gera betur og við sjáum að frístundastyrkurinn nýtist ekki öllum börnum jafnt og að núgildandi kerfi kallar á endurskoðun. Og það mætti skoða leiðir til að tryggja frístundastyrkurinn nýtist enn betur í beinu samstarfi við frístundaþjónustu, íþróttarhreyfinguna og listgreinaskóla, svo eitthvað sé nefnt. Og ég vil leggja til að tillögunni verði vísað til menningar- og íþróttaráðs til skoðunar með það að markmið að skapa eins réttláta og hagkvæma útfærslu og hægt sem tryggir jöfnuð og að sem flest börn og ungmenni geti tekið fullan þátt í uppbyggjandi frístundastarfi óháð efnahag forráðamanna þeirra. Og þá þakka ég aftur Ragnheiði Gróu Elvarsdóttur fyrir tillöguna. Þá hefur Ellen Jacqueline Kalmon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, eins og borgarfulltrúin Ellen Kalmon kom hérna inn á hóf mál sitt áðan að þá langar mig til þess að byrja að þakka Ragnheiði Gróu fyrir tillöguna. Fyrir 40 árum síðan var haldinn borgarstjórnarfundur unglinganna þar sem að sá sem að hér stendur hélt ræðu og það var líklega fyrsta svona tilvikið. Og það var í október 1985. Umræðuefni okkar þá voru fleiri félagsmiðstöðvar, við vildum æskulýðshöll í miðborgina, við töluðum strætó, hjólreiðabrautir, meðfram götum en ekki eitthvað staðar út í móa og svo var talað vinnuskólan. Við sem þá vorum 14 og 15 ára töldum að vinnuskólinn og vinnan þar var allt og einhæf, kaupið of lágt og verkstjórnin léleg. Það hefur kannski ekki margt breyst, þannig að en í frásögn fjölmiðla frá þessum degi þá kom fram að ræðumaður hefur komið inn á það að unglingar vildu reiðbrautir í borgina og þó að sé langt liðið að þá fórum við ekki milli staða á Hestbakki. Þannig að þetta hefur líklega verið að fjalla hjólreiðabrautir. En fjölmiðlar sögðu líka frá því að við gerðum okkur grein fyrir því að hlutirnir kostuðu peninga og við töldum að mætti spara til dæmis með því að hætta að gera svona vel við borgarfulltrúa. Draga úr öllum þessum veisluhöldum sem að borgarfulltrúar voru að njóta. Og svo buðum við öllum borgarfulltrúanum á ball kvöldið. Við fengum smá umfjöllun í fjölmiðlum en sama dag komu 20.000 konur saman á Lækjartorgi til þess að fagna 10 ára afmæli kvennafrídagsins. Þannig að skipuleggjendur þessa dags hefðu kannski aðeins mátt hafa það í huga en þetta var ofboðslega áhugaverð og skemmtileg lífsreynsla og ég ætla ekki að segja að ég hef leiðst út í pólitík þess vegna. Í þessum hópi líka þeir sem að töluðu þá einn varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins sem að vildi bæta aðstöðu félagsmiðstöðvanna. En að tillögunni. Þessi tillaga alveg góð, hún góð og hún hvetur okkur til umræðu og umhugsunar málefnið. En við þurfum líka að hafa það í huga að hvað kostnaður felst í henni. Því að við erum að tala 20.000 ungmenni og það eru 80% þeirra sem að nýta frístundakortið.
Að óbreyttu, ef að þessi tillaga yrði samþykkt, þá myndi þetta hafa í för með sér 425 milljón króna útgjaldaaukningu. Frístundakortið fór úr 700 milljónum fyrir 3 árum síðan upp í 1200 milljónir í fyrra. Þannig að það er ekki eins og það sé ekki verið að leggja duglega í málaflokkin. En það er kannski, en þessi tillaga og þegar hún fer inn í menningar- og íþróttaráð, þá gefur hún okkur tilefni til þess að eins og borgarfulltrúinn Elín Kalman kom inn á, að ræða forsendur frístundakortsins og af hverju og hvernig við ætlum að styrkja við þá sem helst þurfa á því að halda að njóta frístundastyrks. Ég er ekki alveg sannfærður það að svona blankett hækkun, ef ég má sletta, forseti, fyrir alla sé nái því fram sem að við viljum. Við sáum það fyrir 2 árum síðan að það var mikil umræða það að íþróttafélögin hækkuðu gjöldin þegar að frístundastyrkurinn hækkaði. Þannig að mér langar, ég fagna þessari tillögu og tíminn er alveg útrunninn en þegar þetta er mikilvægt og það er mikilvægt sko að við nýtum hann í íþróttir en það er líka mikilvægt að við notum hann í menninguna og tónlistarnámið. En við þurfum að gera það með ábyrgum og sjálfbærum hætti þannig að það er mikilvægt að við tökum hana til efnislegrar umræðu og umfjöllunar inn í ráðinu og tökum tillöguna alvarlega og afgreiðum hana og vinnum hana. Og þannig að lokum langar bara til þess að þakka ungmennaráðinu og Ragnheiði Grófu fyrir þessa tillögu. Takk. Þá hefur Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og telst þá ræðum lokið undir þessum lið og þá munum við ganga til kosninga ef allir eru hér málsmeðferðartillögu að tillaga fulltrúa ungmennaráðs Árbæjar og Holta að hækka frístundastyrk barna og ungmenna verði vísað til meðferðar í menningar- og íþróttaráðs. Hverjir greiða því atkvæði? Ég líka. Þá er meðferðartillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og gengið er þá til næsta dagskrárliðar sem er tillaga fulltrúa ungmenna í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða að fulltrúar Reykjavíkurráð ungmenna fái áheyrn í fleiri fagráðum og mun ungmennafulltrúinn Indriði Nökkvi Þóreyjarson flytja þá tillögu. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég heiti Indriði Nökkvi Þóreyjarson og er hérna fyrir ungmennaráð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða og okkar tillaga snýst að auka samráð við ungmenni með að veita fulltrúum Reykjavíkurráðs ungmenna áheyrnarrétt í fleiri fagráðum Reykjavíkurborgar. Þetta eru allt fagráð sem koma börnum við. Velferðarráð sér barnavernd, umhverfis- og skipulagsráð sér vinnustólan sem erum við tillögum hér í dag og menningar- og íþróttaráð hefur ýmis málefni ungmenna hjá sér, til dæmis Sitthúsið. Þetta eru bara nokkur dæmi málefni sem við fáum fá tækifæri til að gefa okkar álit á. Að auki er stór partur af að vera barnavernd sveitarfélag að við höfum formlega rödd innan þessara málefna. Við höfum hugsað mikið tillöguna og hvaða vandamál getur komið upp ef hún verður samþykkt. Ef við byrjum á kostnaði, þá er hann lágur en í algjöru hámarki væri hann rúmlega 2 milljónir, 2,5 milljónir. En ég myndi stóra að við myndum fara yfir 1 milljón.
Já, og það væri ef fulltrúar myndi mæta alla fundi allt árið sem er ekki til að taka inn í reikningin og sumarfrí og eitthvað þannig. Já, einnig hefur minnst á að setja ungmenni í fagráðum geti haft áhrif á mætingu þeirra í skóla. Eins og fyrirkomulagið í skóla- og frístundaráði, það skiptast 2 fulltrúar á að mæta á fundi og það hefur vorulega lítil áhrif á mætingu þar sem þetta allavega 3 tímum á mánuði. Og já, á lokum var nefnd svo ástæða hvort börn myndu vilja vera í svona starfi. Það er vert að taka fram að við erum að biðja þetta því við upplifum að það sé ekki nóg vel hlusta á okkur og þetta er okkar tilraun til að bæta stjórnsýsluna. Samráð þarf að vera byggt kerfislega en ekki á tilfinningum einstakra embættismanna. Til að ljúka máli mínu þá viljum við nefna að þessi tillaga mun auka lýðræðisþátttöku ungmenna og gera samráð kerfislegt sem við teljum að mætti bæta og er eitthvað sem er ekki nóg vel gert eins og er. Við munum geta gert bókanir mikilvæg mál, brauðist við stórum málum ungmenna, hratt og örugglega og að samráð mun ekki týnast á milli kjörtímabila. Takk fyrir mig. Þá hefur Indriði Nökkvi Þóriðarsson ungmennaráðsfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og veiti þá ansvar Sabine Leskop, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég þakka fyrir þessu tillögu og bara þeirra gífurlega áhuga sem er á bak við hana. Ég myndi bara vilja bæta við, sem formaður mannréttindaráðs, að það gæti líka verið margspennandi fyrir fulltrúa Reykjavíkurráðs starfs. Við erum að fjalla þar hinsegin málefni, kynjajafnrétti, ofbeldisvarnir, fjölmenningu eða fatlað fólk, þannig að ég held að það gæti verið alveg mjög spennandi og ég væri mjög glöð að fá fulltrúa. Þá hefur Sabine Leskop, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar vill ungmennaráðsfulltrúin. Þá er ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, Reykjavíkurráð, ungmenna og aðrir áheyrendur. Hér ræðum við tillögu frá ungmennaráði Vesturbæjar miðborgar Hlíða að fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna fái áheyrnarrétt í fleiri fagráðum borgarinnar þegar málefni barna og ungmenna eru til umfjöllunar. Tillagan snýst í grunninn eitt, að við hlustum á börn og sköpum þeim raunverulegt rými til að hafa áhrif á ákvarðanatöku í borginni. Samkvæmt 12. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga börn rétt á því að láta skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem þau varða og að tekið sér tillit til þeirra með hliðsjón af aldri og þroska. Þetta er ekki bara falleg hugsun í alþjóðasáttmála heldur lögfestur réttur barna á Íslandi. Ein leið til þess að ná fram þessum lögfestu skildum sem 12. grein barnasáttmálans kveður á er að tryggja beina aðkomu barna að umræðum mál sem þau varða. Reykjavíkurráð ungmenna er liður í því. Þar fá ungmenni í Reykjavík tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðunartöku borgarinnar. En ég held að við getum alveg verið heiðarleg með það að borgin stendur sig ekki nægilega vel þegar kemur að því að bera mál undir Reykjavíkurráð ungmenna. Eitt dæmi það er þegar stýrihópur hitt húsið var skipaður án þess að Reykjavíkurráð ungmenna ætti þar sæti, þó að það fjallaði hagsmuni þessu hóp sérstaklega. Þetta er auðvitað eitthvað sem á ekki að gerast, en er kannski til marks að í gegnum söguna hafa börn ekki haft mikil völd eða áhrif í samfélaginu og enn eru uppi sjónarmið að börn eigi ekki taka þátt í ákvörðunartöku. Því er ég ósammála. Ég tel einmitt að börn geti varpað fram mjög mikilvægri innsýn inn í ýmsu málaflokka borgarinnar. Þau nota gangstéttir, skólalóðir, íþróttahúsin, félagsmiðstöðvar og almenningsgarðana og skólana mun miklu meira en við sem sitjum í borgarstjórn. Þess vegna vill ég að Reykjavík verði barnvænt sveitarfélag
og það krefst þess að við förum í kerfisbreytingum sem setur börn og réttindi þeirra í fyrsta sætið og eigum raunverulegt samráð við börn og það felur líka í sér að börn eigi áheyrnarfulltrúa í fagráðum borgarinnar. Þau sveitarfélög sem hafa orðið barnvænt sveitarfélag og fengi börn sem áheyrnarfulltrúa inn í ráð hafa talað hvað hafi bætt ákvörðunartökuna. Þannig hafa þeir kjörnu fulltrúar sem hafa verið að leggja fram tillögur mögulega bakka með tillögur af því að ungmennaráðið segir, herri, þetta er ekkert góð hugmynd, við munum ekkert nota þetta á þennan hátt. Og þannig nýtast líka þeir fjármunir sem borgin á mun betur og stað sem hentar þá börnum betur þegar við erum að fjárfesta í innviðum fyrir börn. En forseti, ég vil nefna 3 megin ástæður fyrir því að ég vil samþykkja þessa tillögu. Í fyrsta lagi þáttaka barna og ungmenna grundvallarréttur. 12. grein barnasáttmálan undirstrikar það að börn eigi að fá að taka þátt í umræðu mál sem þau varða. Það því réttlátt að börn fái rödd við borðið og áheyrnarrétt í fagráðum. Í öðru lagi ákvarðanir betri þegar fleiri sjónarmið koma í umræðinu áður en ákvörðun er tekin og þannig getum við fengið inn innsýn barna þegar við erum að taka ákvörðun sem snert á þau. Ungmenni búi við reynslu og þekkingu og veruleika sem annar en fullorðna og það getur gefið okkur gótt innsýn þegar við tökum ákvörðun þeirra mál. Í þriðja lagi mikilvægt að tryggja raddir sem flestra í lýðræðisríki. Ef við viljum ala upp virka borgara sem treysta lýðræðinu og vilja taka þátt í því, þá verðum við að gefa þeim tækifæri til að taka þátt frá unga aldri. Með því að veita áheyrnarrétt í fagráðum erum við að kenna ungu fólki að rödd þeirra skiptir máli og að lýðræði sé lifandi ferli sem að fólk getur haft áhrif á. Tillagan sem hér til umræðu mjög skynsamleg og vel framkvæmdaleg, en hún eflir líka tengsl á milli borgarkerfisins og ungmenna í borginni sem ég tel mjög mikilvægt og getur stuðlað að aukinni lýðræðisþátttöku. Forseti, við verðum að skapa raunverulegt rými til þátttöku barna og ungmenna. Ég styð þessa tillögu en ætla að leggja til að henni verið vísað til forsætisnefndar sem fer með samþykktir borgarinnar. Af því að ef við samþykkjum þá þarf að endurskoða samþykktir en þar verður lagt áherslu á að fulltrúi frá Reykjavíkurráði geti komið inn og fylgt málinu eftir forsætisnefnd. Ég vil að lokum þakka fyrir þessa tillögu og ég vona að hún fái góðan framgang. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og einn ungmennaráðsfulltrúi Indriði Nökkvi Þórarinsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, virðulega forseti, mér langar bara að bæta við punkt Magneu Gná Jóhannsdóttur að það mikið mikilvægt að við erum í fagráðum eins og nefndum með stýrihópa. Ég hef tekið eftir sjálfur þegar ég fer yfir fundargerðir annarra ráða að bara fólki dettur einfaldlega ekki í hug að við eigum að vera í alls konar stýrihópum. Ég hef verið í stýrihóp sjálfur og þetta er mjög þægilegt svæði til að hafa áhrif. Þetta er nokkuð svona, með leyfi forseta, specific ráð, það er að ræða hluti sem er létt í gæsalöppum að ákveða. En ég mér langar bara að taka undir orð hennar. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúinn Indriði Nökkvi Þórarinsson lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég vil þakka fulltrúanum fyrir andsvarið og ætla að taka undir með fulltrúanum að það er mjög mikilvægt að við tryggjum það að þegar við erum að skipa stýrihópa eða starfshópa að rödd barna sé alltaf tryggð, alveg eins og í fagráðum borgarinnar. Þannig að ég bara tek undir með þér, þetta er eitthvað sem við þurfum að taka til okkar og ég held að stundum þá gleymist að setja upp gleraugun sem að horfa á réttindi barna og þess vegna er kannski brýnt að borgin fari í þetta vegferð að verða barnvænt sveitarfélag þannig að það komi inn í borgarkerfið þessi áhersla á að leggja áherslu á réttindi barna sem þau eiga svo sannarlega bæði í alþjóðasáttmálum og svo íslenskri löggjöf. Þá hefur Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að svara, eiginlega meðsvari. Vill fulltrúinn bara. Þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir.
forseti og borgarstjórn og Reykjavíkurráð ungmenna. Ég þakka fyrir þessa tillögu og þakka Indriða Nökkva Þóreyjarsyni, fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða fyrir umfjöllun á henni. Ég á því að það þurfi að hlusta meira á börn og ungmenni, en ekki bara hlusta, heldur leitast við að fá fram fjölbreyttar raddir barna og ungmenna oftar og við fleiri mál. Ég get alveg viðurkennt það að þegar að ég var yngri þá vissi ég ekki alveg hvað fólkið í þessu húsi væri nákvæmlega að gera. Ég vissi að það tengdist mínu svona dagsdaglegu lífi, en mér fannst kannski skorta eða vanta að það kæmi frekara upplýsingagjöf út úr Ráðhúsinu til að við gætum svona fylgst með því hvað borgarfulltrúar í þessu húsi væri nú að gera. En eins og staðan núna þá erum við auðvitað með alls konar ráð og nefndir og núna það þannig að við erum með fulltrúa ungmenna í skóla- og frístundaráði og með leyfi forseta þá ætla ég að vísa hér í samþykkt fyrir skóla- og frístundaráð þar sem fjallað hennar verksvið og hver sæti í nefndinni, en þar kemur fram með leyfi forseta skipan fulltrúar skólastjóra í leik- og grunnskólum, kennara í grunnskólum, starfsmanna í leikskólum og foreldra í leik- og grunnskólum eiga rétt til setu á fundum ráðsins með málfrelsi og tillögurétt. Fulltrúi stjórnenda frístundamiðstöð og fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna eiga einnig rétt til setu á fundum ráðsins með málfrelsi og tillögurétt, tilvitnun lýkur. Þannig það í þessu ráði þar sem að fulltrúi ungmenna en það alveg eðlilegt að skoða hvort að það ætti ekki að vera í fleiri ráðum. Við erum með mannréttindaráð, við erum með menningar- og íþróttaráð, skóla- og frístundaráð, velferðaráð, umhverfis- og skipulagsráð og stafrænt ráð. Þannig að mér finnst líka mikilvægt þegar við fjöllum þessa tillögu, einmitt í forsætisnefnd, að við förum dálítið yfir hvernig við sjáum fyrir okkur hvaða málefni tengi sérstaklega börnum og ungmennum. Því auðvitað mætti í rauninni færa rök fyrir því að allt sem á sér stað innan borgarinnar tengi sérstaklega börnum og ungmennum og hefur áhrif á þeirra líf með einhverjum hætti. Þannig ég vona að við getum bara að skoða þetta nánar og jafnvel hvort að hvaða rök sé fyrir því að það sé ákveðin ráð þar sem að fulltrúar ungmennaráðs eru eða hvort að þetta ætti jafnvel að eiga mögulega við fleiri ráð. Eins og hefur verið komið inn á varðandi tímasetningu ráðsfundana að þá kannski ýmislegt sem þurft að skoða líkt og tillöguflytjandi kom inn á og þá til dæmis umhverfis- og skipulagsráð ofta funda á morgnana klukkan 9 á miðvikudagsmorgnum, þannig að maður veit ekki hvort að það yrði hentug tímasetning. En ég bara hlakka til að fjalla nánar þessa tillögu og við getum rætt hana í forsætisnefnd þar sem að fulltrúar allra 8 flokka í borgarstjórn eiga sæti, þannig að við munum tryggja að koma fram sjónarmið frá öllum flokkum sem eru í borgarstjórn. Ég vildi einmitt nefna hvað var gagnlegt og þegar við héldum velferðarráðsfund daginn þá komu 2 fulltrúar ungmennaráðanna til okkar á fundinn og það var einmitt Indriði Nökkvi og Theodóra Líf Aradóttir og það var mjög gagnlegt að fá þeirra innsýn því við vorum að fjalla málefni barna og ungmenna, þannig að það hefði verið frekar sérkennilegt ef við hefðum ekki fengið ungmenni til að koma inn á fundinn og tala við okkur. En það var einmitt ekki markvisst og það var ekki eitthvað sem var fest í sessi, þannig að það auðvitað mjög mikilvægt að við skoðum það. Annars bara þakka ég fyrir þessa tillögu og þessar tillögur sem hafa komið hér í dag og umræðuna í kringum þær. Takk fyrir. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og einn fulltrúi ungmennaráðs hefur óskað eftir að veita ansvar. Indriði Nökkvi Þóreyjarson. Já, það mjög mikilvægt að nefna að ég ekki að leggja til að við verðum á öllum fundum. Heldur nú var ég að vinna við tillöguna með að bara samþykktina sjálfa og það nefnd málefni barnavernd og vinnuskólinn. En ég býst við að svona aðeins víðara málefni eins og strætó eða skipulagsmál, þá myndi það bara vera unnið í samstarfi við formann eða starfsmann ráðsins. Og við myndum bara komast að einhverju samkomulagi eða öðru slíkum, bara við mætum undir strætóliðnum og förum síðan.
En já, mér langar bara mjög skýra að við erum ekki að leggja til að vera alla fundi alltaf. En þegar með mætingu, þá hugsa ég sko, nú man ég nákvæmlega hversu margir tímar á dag í grunnskóla. En ég held að mista af einum skóladegi á mánuði sé alveg þess virði ef maður er að mæta mjög mikilvæg mál. Ég held að þeir sem eru mjög góðir í námi sé ekki að fórna því fyrir fundi. Ég held að það sé frekar annar forgangur hjá þeim búum andsvör. Þá hefur fulltrúinn í Indriði Nökkvi Þórðarson lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn, ég þakka Indriða Nökkva Þórðarsyni fyrir þessa skýringu. Bara mjög gott að það komi fram líkt og kom þetta fram í upphæði og já, bara takk. Já, þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að svara andsvari. Þá ræðum lokið undir þessum lið og þarf þá að ganga til afgreiðslu að greiða atkvæði. Þá lagt til að tillaga fulltrúa ungmennaráðs Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að í Reykjavíkurráði ungmenna ráð ungmenna fái áheyrnarrétt í fleiri ráðum verði vísað til forsætisnefndar til umsagnar og þá göngum við til kosninga. Hverjir eru samþykki því? Það er málsmeðferðartillögu. Meðferðar. Sækið. Takk fyrir leiðréttinguna. Þá sýnist mér tillagan sé samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst á dagskrá tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða að veita ungmennum á aldrinum 13 til 18 ára bókastyrk og tillögu flytjandi Magnús Sigurður Jónsson eða Jónasson, fyrirgefðu þig. Myndi ekki. Já, takk. Kæri forseti, virðulegir borgarfulltrúar, við í ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða leggjum til að ungmenni í Reykjavík á aldrinum 13 til 18 ára fái styrk að andvirði 15.000 króna sem væri sérstaklega merktur til kaupa á bókum. Öll ungmenni borgarinnar ættu að hafa rétt á að taka út þennan styrk og markmið hans að sporna gegn dvínandi lestraráhuga. Lestraráhugi ungmenna minnkar ár hvert og eru niðurstöður Íslands úr PISA-könnuninni í lesskilningi með leyfi forseta 6% stigum lægri en meðaltalið á hinum Norðurlöndunum. Árið 2015 setti ríkisstjórnin sér skýrt markmið að auka lesskilning barna þegar þjóðarsáttmáli læsi var tekin í gildi. Með leyfi forseta, það talað að læsi barna sé samvinnuverkefni og góð lestrarfærni sé forsenda virkra lýðræðisþátttöku. Með leyfi forseta nefni ég að Bandalag bandarískra bókasafna hefur að auki sýnt fram á að lestur skilar sér aftur til nemenda í auknum lesskilningi, bættum orðaforða og traustari málnotkun. Því miður hafa þær aðgerðir sem hafa verið teknar í þessi málaflokki hingað til ekki borið nægan árangur. En við teljum að hefðu börnin fjárráð til að kaupa sínar eigin bækur vektið áhuga þeirra á lestri á öðruvísi hátt en áður hefur verið prófað. Styrkurinn yrði unninn í samvinnu við bókabúðirnar sem starfa í Reykjavík og væri hann skráður á kennitölu einstaklingsins. Bókastyrkurinn getur einnig haft góð áhrif á unga námsmenn og myndi auka fjárráð þeirra á fyrstu árum framhaldsskólans. En námsbækur geta kostað 10.000 króna á önn. Borgin getur þannig tekið á sig lítinn hluta af fjárhagsbyrði framhaldsskólanema og teljum við að ef slegið væri á bókakostnað ungmenna hefðu meiri tök
á að taka virkan þátt í félagslífi skólana, þar sem það getur kostað fúlgur fjár. Þetta verkefni myndi sérstaklega hagnast börnum sem búa við fátækt. Við í ungmennaráðinu viljum taka þátt í að leysa læsiskrísuna og samtímis slá á gjöld framhaldsskólanema. Okkur þykir mikilvægt að hlusta sig á ungar raddir þegar gerðar eru tilraunir til að taka á þessum málum sem varða okkur svo mikið. Borgin á ekki að vera feimin við að reyna nýjar lausnir. Er ekki rétt að Bókaborgin Reykjavík sé tilbúin að hjálpa ungu fólki að lesa? Ég þakka áheyrn og takk fyrir mig. Magnús Sigurður Jónasson, Reykjavíkurráðsfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sabine Leskov. Forseti, Reykjavíkurráð ungmenna og borgarfulltrúar, stoltir vinir og kannski stoltir foreldrar líka sem fylgjast með hér. Þessi fundur er okkur ávallt tilefni til að vera glaður og bjartsýn. Bjartsýn ekki bara fyrir þessi ungmenni sem tala hér, heldur lýðræði sem ógnað allstaðar í dag. Þetta lýðræði basl og barátta, ekki alltaf í tísku og stundum pínu leiðinlegt, en samt á endanum þess virði og undirstaða þess að geta verið glaður og bjartsýn hér. Fjölbreyttir raddir skipta máli, ungir en alls konar. Þegar ég byrjaði í borgarstjórn var ég held ég eina manneskja sem hafði ekki íslensku að móðurmáli og ég held ákvarðanir okkar eru betra fyrir vikið. Ég þakka Magnúsi Sigurði Jónassyni, fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar miðborgarhlíðar, fyrir hér framkomna tillögu bókakaup fyrir ungmenni í Reykjavík. Þetta mér hjartansmál. Þetta máli, spyrja sumir kannski, ekki nóg að hlusta á podcast, ekki nóg að lesa alls konar, allan daginn á netinu, hvað með rafbækur? Ég held svar við fyrsta spurninga, nei, það ekki nóg að hlusta á podcast, lestur í sjálfum sér mikilvægur. En þó að bækur og lestur sé að breytast, þá styðja þær við læsi, menningu, menntun og andlega vanlíðan. Að lesa skiptir máli fyrir menntun, börn og unglingar sem góðir að lesa standa sig betur í öllum námsgreinum. Og lesa skiptir máli líka fyrir framtíðarstörfin. Í flestum starfsgreinum, nánast öllum, lestur mikilvægur, í 90% starfa þurfi að vinna með skriflegu efni. Bækur geta breytt lífi ungs fólks, bók ljósmyndun sem gefin var að gjöf getur gert viðkomandi áhuga ljósmyndara, bók flugvélar getur vakið áhuga barns á flugi. En af hverju skiptir máli að lesa bækur frekar en bara eitthvað á netinu? Bókalestur reynir á minnið, en það þarf maður að muna hvað gerðist í upphafi bókarinnar, maður þarf að muna nöfn persóna og sögupersóna, ótal smáatriði til að halda áfram. Og þess vegna einmitt ekki nóg að lesa bara alls konar á netinu og ekki síst heldur vegna þess að þetta alls konar á netinu sem við lesum allan daginn yfirleitt á ensku og þetta mér líka mikið hjartansmál, ekki endilega góðri ensku. Ég vekkir á móti því að lesa enska bókmenntir, en enskan sem við lesa dagstaglega á netinu ekki endilega góð enska og það skiptir máli. En hvað með rafbækur? Rafbækur veita svo sannarlega aðgang að gríðarstóru safni af efni á netinu, hafa aukið útbreiðslu ýmissa bókmenntagreina eða höfunda. Á skjánum alls konar hægt að gera, leita, flétta og stækka og svona sem henda mér mjög vel. Hins vegar getur það líka valdið truflun vegna auglýsinga sem poppa upp. Rannsóknir sýna líka að nemendur sem velja stafrænan lestur alltaf umfram bókalestru hafa kannski tilhneigingu að vera minni tíma í lestur og lesturskjá getur líka valdið áreynslu. Þannig við þurfum bæði
og ég held að það þurfti að skoða það hvort slíkur styrkur þurfti að ná yfir rafbækur alveg eins og físiskar bækur. Ég gæti haldið endalaust áfram mikilvægi bókalestursins en ég legg hér til að vísa þessari tillögu til skóla- og frístundaráðs til meðferðar. Ég get ekki gefið loforð að við eða næsti borgarstjórn finnum allan þennan pening. Það er rosalega mikilvægt að við ræðum það bara mjög heiðarlega hér. Við erum að tala, við erum að taka þessu mál fyrir, við erum að ræða þeim af einlægni, en við getum ekki alltaf samþykkt öllu útgjöldum. En þessi tillaga er gífurlega mikilvægt innlegg í umræðuna læsi og lestur barna og ungmenna, og það er mikilvægt að styðja við bókalestur barna og ungmenna. Í greinargerðinni segir með leyfi forseta: markmið bókastyrksins er að hvetja ungmenni til yndislesturs og stuðla að lesskilningu og væri styrkurinn því ný lausn til að sporna gegn dvínandi áhuga ungmenna. Forseti, ég er mjög glöð að sjá að áhuginn á lestri er svo sannarlega ekki dvínandi í Reykjavíkurráði ungmenna. Borgarfulltrúi Sabína Leskop hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Erlingur Sigvaldason. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og fulltrúar Reykjavíkurráðs ungmenna. Ég vil byrja á því að hrósa ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða fyrir skýrt og mikilvægt frumkvæði og góða kynningu Magnúsar Sigurðar. Markmið tillögunnar að efla yndislestur ungmenna og styrkja lesskilning er bæði tímabært og afar mikilvægt, og það er full ástæða til að taka slíkt erindi alvarlega. Við þurfum að vera opin fyrir öllum tillögum sem snúa hvatningu til lesturs. En eins og Magnús nefnir þá fer lestur dvínandi og hefur lesskilningu minnkað. Það er raunverulegt áhyggjuefni og gæti tillagan mögulega styrkt stöðuna. Ég er fylgjandi þeirri málsmeðferðartillögu sem hér liggur fyrir að vísa málinu til meðferðar hjá skóla- og frístundaráði. Þar er góður vettvangur að vinna tillöguna áfram af fagmennsku í samstarfi við ungmennaráðið og í samhengi við þá mikla vinnu sem að þegar fer fram á sviði lestrar í skóla- og frístundastarfi í borginni. Jáfnframt tel ég mikilvægt þegar við vísum málinu fram að hafa í huga nokkra varnagla sem að skóla- og frístundaráð þarf að hafa til skoðunar, og það þarf að horfa á mál frá mörgum hliðum, og það má nefna það að tryggja mögulega var þetta að tryggja hvort að úrræði geti nýst markvisst, hvort að styrkurinn eigi að vera almennur fyrir öll ungmenni eða tengdur þörfum og aðstæðum og nýtast mögulega bara þeim framhaldsskólanemum sem að hafa ekki efni á námsbókum, og einnig að skoða samspil við þau úrræði sem að borgin rekur nú þegar, svo sem bókasöfn og lestrarverkefni í skólum. Ég vil einmitt varpa þeirri spurningu fram hvort að það sé skynsamlegt að leyfa úrræðin að vera fyrir þau sem þurfa á því að halda og hvers vegna það eigi að vera einmitt mögulega fyrir öll ungmenni. Það er líka mikilvægt að við skoðum framkvæmd, eftirfylgni og mögulega mælikvarða við árangur og sjáum ef við ætlum að keyra í þessa vegferð. Þannig við getum metið og spurt okkur spurninga hvort við sem raunverulega skila árangri þegar kemur lestraráhuga. Og svo finnst mér líka í þessu samhengi gott að nefna bókasöfnin sem að getur verið góð vettvangur til að vekja upp áhuga barna og unglinga á lestri. Eins og Magnús nefndi, já, en börn undir 18 ára fá frítt bókasafnskort, en það er spurning hversu mörg ungmenni raunverulega nýti sér úrræðið og hvort það væri líka hægt að fara í átak til að auka nýtingu þessara fríu korta. Mér langar líka sérstaklega að nefna skólabókasöfnin sem eru í grunnskólum borgarinnar. En þar eru fjárframlög til þessar skólabókasafna ekki markviss og eru sett í höndum skólastjórnenda og að ráða hvort að lagt sé upp úr að halda góðu skólabókasafni. Og er mikilvægt að við séum að styðja þessi skólabókasöfn. Og tillagan er nefnilega að undirstrika það að það er kallað eftir góða aðgengi að fjölbreyttum bókum.
Og það mjög misjafnt hvernig skólabókasöfnunum háttað. Á mörgum stöðum finnum við metnaðarfullt starf, en í sumum skólum þá er engin starfsmaður í stöðu umsjónarmanns skólabókasafnsins. Og ég vil því hvetja skólastjórnendur borgarinnar til að bregðast ekki nemendum í grunnskólum borgarinnar og halda upp í góðum skólabókasöfnum sem að spila stóran þátt í að vekja áhuga barna og unglinga á lestri. Ég mjög sammála Magnúsi mikilvægi lesturs og markmið tillögunnar stórgott og hún frábær hvatning fyrir okkur öll að gera betur þegar kemur að vekja áhuga á lestri. Með því að vísa málum til skóla- og frístundaráðs erum við ekki að hafna hugmyndinni, heldur að sýna henni virðingu. Fulltrúi ungmennaráðs Vesturbæjar með Borgarhlíða fær að koma beint að áframhaldandi vinnu og fær hún rými til að þróast áfram, byggð á gögnum, reynslu og faglegu mati. Með það markmið að styðja ungmenni á sem bestan hátt. Ég styð því málsmeðferðartillöguna og hlakka til að sjá tillöguna mótast endanlega í skóla- og frístundaráði og ég vil að lokum þakka Reykjavíkurráði ungmenna og Magnúsi Sigurði aftur fyrir stórgóða tillögu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Erlingur Sigvaldason hefur lokið máli sínu. Einn fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Magnús Sigurður Jónasson, gjörðu svo vel. Já, ég tek undir ummæli Erlings bókasöfn og skólabókasöfnin, en þetta er náttúrulega bara öðruvísi tillaga og styrkur við bókasöfn skora á að það sé tekið á því, en bókasöfnin veita allt öðruvísi þjónustu en það er náttúrulega tillaga bara ólík eðli sínu. Við erum að reyna að nota áhuga með aðferð til að hvetja ungt fólk til lestrar og það er ekki nægt framboð af þeim námsbókum sem kenndar í framhaldsskólum ef við ætlum að fara inn á það og þau komast náttúrulega ekki heldur inn á skólabókasöfnin í grunnskólanum og það er náttúrulega ekki gott úrval af námsbókum sem kenndar í framhaldsskólum. Já, og með skerðingu styrksins á ákveðin svæði þá eins og var talað áðan í sambandi við frístundastyrkin þá var náttúrulega minni nýting í ákveðnum hverfum og með því að hafa opið öllum þá hafa fleiri aðgengi að styrknum. Fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna Magnús Sigurður Jónasson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Erlingur Sigvaldason. Ég þakka greinagóð svör og ég bara styð þig fullkomlega í þessari vegferð og þakka kærlega fyrir mig. Borgarfulltrúi Erlingur Sigvaldason hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið. Ekki hafa fleiri óska eftir að koma upp í andsvörum, þannig að þá göngum við til afgreiðslu þá málsmeðferðartillögu sem liggur hér fyrir fundinum að tillögunni verði vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs. Þeir fulltrúar sem vilja samþykkja tillöguna vinsamlega skifi merki. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gengið til næsta dagskrárliðar sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Kjalarness sjálfsvarnarkennslu í grunnskólum fyrir nemendur á unglingastigi. Til máls tekur Dagbjört Freyja Gía, fulltrúi ungmennaráðs Reykjavíkur. Virðulegur forseti, borgarstjóri, Reykjavíkursráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Í nóvember síðastliðinn birti Vísi grein með leyfi forseta með fyrirsögninni Blóðugt barn eftir tilefnislausa árás í Kringlunni. Ári áður í ágúst 2024 birti Vísi einnig grein þar sem umfjöllunarefni var ofbeldi. Þar kom meðal annars fram að ofbeldi á milli ungmenna á Íslandi hefur fjórfaldast á síðustu 10 árum. Og það sem enn alvarlega að það hefur orðið tvöföldun í fjölda alvarlega mála þar sem hnífur kemur fyrir sögu. Það muna eflaust flestir hér inni eftir þeim harmleik sem átti sér stað að menningarnótt það sama ár.
Þessi fréttaflutningur alveg í takt fyrir okkar upplifun því við höfum ekki bara orðið vör við aukna umræðu ofbeldi meðal jafnaldra okkar, heldur við upplifum það sjálf þegar slagsmál hafa átt sér stað beint fyrir framan okkur. Einnig það líka okkar upplifun að unglingar séu frekar hræddir við að vera einir seint á kvöldin. Við verðum til dæmis kvíðin við tilhugsunina að taka strætó á kvöldin og þurfa að bíða á strætisskiptu stoppistöðum. Því að við höfum orðið vitni að fólki níðast á öðrum. Meira að segja fullorðið fólk ekki óhult í þessum aðstæðum, slíkt að MBL greinir frá með leyfi forseta, en í lok janúar lenti karlmaður í stórfelldri líkamsárás þegar hann beið eftir strætó í Garðabæ. Það sem þið sjáið í fréttum eru alvarlegustu tilfellin þar sem lögreglan hefur þurft að skerast í leikinn, en það sem við verðum vör við á okkar samfélagsmiðlum eru mikið fleiri tilfelli sem komast ekki endanlega í fréttinar. Það er algengast að einhver vitni sé á svæðinu þegar slagsmál eiga sér stað og þá er oft einhver sem dregur fram símann og tekur slagsmálin upp. Upptökur á slagsmálum ferðast hratt samfélagsmiðla á milli ungmenna og því að það okkar tilfinning að við, unga fólkið, verum mikið meira vör við þá ofbeldi sem á sér stað í þjóðfélaginu heldur en eldri kynslóðir. En hvernig hægt að bregðast við þessari þróun? Eitt af því sem okkur dettur í hug að undirbúa börn og unglinga betur fyrir þann veruleik sem við lifum í dag. Með því að kenna unglingum að losa sig úr slæmum aðstæðum sem þessum. Okkar tillaga að kennsla í sjálfsvörn verði partur af því námi sem nemendur fá í grunnskólum í Reykjavík. Það að kunna sjálfsvörn eykur sjálfstraust ungmenna og öryggistilfinningu innan og utan skóla. Kunnátta í sjálfsvörn eitthvað sem gagnast fólki allt þeirra líf. Við vitum aldrei hvenær við getum lent í aðstæðum þar sem slíkt þekking gæti komið að góðum notum. Við leggjum til að kennslan í sjálfsvörn verði hluti af lífsleikni eða félagsfærnitímum sem margir skólar hafa í sinni stundatöflu. Okkur finnst að sjálfsvörn eigi að vera skyldufag í grunnskólum en ekki valgrein, vegna þess að það er mikilvægt að allir fái þessa kennslu. Einnig sjáum við möguleika á því að hafa árlega sjálfsvarnarviku í svipuðu formi og vika 6 hefur verið síðustu ár. Fyrir 6 árum var mjög svipuð tillaga lögð fram af ungmennaráði Kjalarness að kenna sjálfsvörn í grunnskólum borgarinnar. Sú tillaga fékk jákvæð viðbrögð og áætlun var að vinna fram með tillöguna eftir borgarstjórnfundinn. Sú vinna átti sér hins vegar aldrei stað sem okkur finnst ekki nógu gott. Ofbeldi hefur alls ekki minnkað á þessum 6 árum. Það hefur bara versnað og orðið alvarlega. Því er enn mikilvægara en áður að bregðast við. Takk fyrir. Reykjavíkurráðs fulltrúinn Dagbjörti Freyja Gígja hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Birna Hafstein. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og kæru ungmenni, gaman að sjá okkur öll hér í dag og takk innilega Dagbjört Freyja fyrir góða tillögu og góðan flutning. Við ræðum hér tillögu frá ungmennaráði Kjalarness sjálfsvarnarkennslu í grunnskólum fyrir nemendur og unglingastigi og hún snýst eitt af því mikilvægasta sem samfélag getur veitt börnum sínum, öryggi, sjálfstraust og færni til að takast á við raunveruleikann. Ungt fólk í dag lifir í heimi þar sem ofbeldi sýnilegra en áður. Slagsmál eru tekin upp, dreifast á samfélagsmiðlum og verða hluti af daglegu áreiti. Unglingar finna fyrir þessu, jafnvel þó fullorðnir geri það stundum síður. Margir upplifa óöryggi, sérstaklega þegar þeir eru einir á ferð. Og við skulum bara segja hlutina eins og þeir eru, stelpur upplifa þetta óöryggi jafnvel oftar. Þó að það sé nú ekki lögmál, en rannsóknir sýna að stúlkur forðast ákveðna leiðir heim, hugsa öryggi sitt þegar þær ferðast einar og upplifa meiri ótta við kynferðislegt og líkamlegt ofbeldi. Þessi tillaga því líka jafnréttismál. Í þessu samhengi mikilvægt að undirstrika að sjálfsvarnarkennsla snýst ekki að kenna börnum að berjast.
Hún snýst að kenna þeim að forðast hættulegar aðstæður, setja mörk, lesa aðstæður og bregðast rétt við þegar þeim líður ekki eins og þau séu örugg. Færnin sem hér ræðir fyrst og fremst forvarnarfærni. Sjálf á ég 3 börn á unglingsaldri og mér finnst mjög gott ef þau fengju þessa kennslu í skólum og þakka því sérstaklega Dagbjörtu Freyju og hennar félögum fyrir þessa tillögu. Og við værum ekkert að finna upp hjólið hérna hvað þetta varðar, en í Danmörku sjálfsvarnar og átakastjórnunar kennsla hluti af félags- og heilsumenntun í mörgum skólum. Í Svíþjóð námskeið í sjálfsvörn tengd jafnrétti og ofbeldisvörnum sérstaklega sniðin að ungum konum. Og í Austurríki skipulögð sjálfsvarnarnámskeið í skólum sem hluti af forvörnum gegn ofbeldi og einelti. Og í sífellt fleiri Evrópulöndum þetta viðurkennd leið til að efla sjálfstraust, draga úr ofbeldi og styrkja stöðu stúlkna og ungra kvenna í samfélaginu. Í Japan júdó kennt í skólum sem hluti af skyldunámi. Markmiðið ekki bardagi, heldur sjálfsagi, virðing, ábyrgð og sjálfstraust. Þar þetta hluti að því að ala upp örugga og ábyrga samfélagsþegna. Í grunninn þá eykur sjálfsvarnarkennsla öryggi ungmenna, styrkir sjálfsmynd þeirra, kennir mörk og virðingu og dregur úr ofbeldi með forvörnum. En hún gerir líka eitthvað meira. Hún til dæmis sendir skýr skilaboð til stúlkna: þú átt rétt á því að vera örugg, þú átt rétt á rými og þú átt rétt á mörkum. Það gríðarlega öflug skilaboð. Virðulegi forseti, með því að samþykkja þessa tillögu Reykjavík að fylgja fordæmum Norðurlanda, Evrópu og Japans, styrkja öryggi ungmenna og taka skýrt skref í átt að jafnara og öruggara samfélagi. Við viljum ekki að börn og ungmenni læri þessa færni eftir að eitthvað hefur gerst. Við viljum að þau hafi hana fyrirfram. Ég legg því til að þessari góðu tillögu verði vísað til meðferðar hjá skóla- og frístundasviði. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Birna Hafstein hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn, ágæta Reykjavíkurráð ungmenna og aðrir áheyrendur. Ofbeldi einn af þessum fylgifiskum mannlegs samfélags sem við virðumst aldrei ætla að verða laus við. Við höldum alltaf við séum að verða betri og svo einhvern veginn þetta alltaf með okkur. Ég man þegar ég var í grunnskóla, þá var einelti landlægt vandamál bara víða í skólakerfinu og kannski sérstaklega í þeim skóla sem ég var í þá, Hólabrekkuskóla. Og ég veit að það var þá samt umtalað hvað ofbeldi hefði verið miklu svæsnara nokkrum árum fyrr. Og þó ég kannski sé ekkert mikið að tala það, þá var ég á þessum árum ítrekað fórnarlamb tilrauna til eineltis. Ég segi tilrauna vegna þess að ég var það stór og sterk að yfirleitt tókst ekki að berja mig. Og líka vegna þess að ég átti alltaf það mikið af svona vinum og stuðningi í kringum mig að ég upplifði það aldrei 100% þannig að ég væri utanveltu eða umkomulaus. En það hjálpaði mér líka á þessum árum að ég lærði karate. Ekki misskilja mig samt, það nýttist mér aldrei beinlínis þegar það var reynt að snúa mig niður á skólalóðinni eða á leiðinni heim. En það gaf mér sjálfstraust og gerði mig sterkari en ég hefði verið annars. Það mikilvægasta sem ég læriði þar samt var að halda ró og yfirsýn, að láta ekki skapofsa eða grunntilfinningar stjórna mínum viðbrögðum, meira segja þegar að hættast þeir að. Yfirvegun og sjálfstjórn í hættulegum, jafnvel ofbeldisfullum aðstæðum hefur raunverulega oft bjargað mér. En sjálfsvarnaríþróttir eru mikilvægar til þess að gefa okkur sjálfstraust, gefa okkur aga, gefa okkur hugrekki, gefa okkur fullvissu til að standa með sjálfum okkur, til að vita hvers við erum fær, gefa okkur möguleika til að beita okkur þegar nauðsyn krefur. Og nú eru mörg ár síðan að ég stundaði þetta. Ég hef ekki stundað karate síðan ég var 13-14 ára.
og ég man rosalega lítið eftir af því sjálfu, fyrir utan einhverjar grunnhreyfingar. Eitt af því sem situr samt í mér hvernig maður verndar á sér hausinn þegar maður dettur aftur fyrir sig. Það hefur alveg bjargað mér í hálku, oftar en einu sinni, ég ekkert að djóka með það. Og annað sem að situr eftir í mér og kannski mikilvægara, það sjálfstraustið. Og ég held raunverulega að þetta hafi haft mjög mótandi áhrif á það hver ég í dag. Ég myndi ennþá í dag grípa inn í ef ég sæi ofbeldi eða árás eiga sér stað. Ég veit ekki hversu gáfulegt það en ég myndi örugglega gera það. Og ég veit líka ekki hvernig ég hefði átt að meika það í pólitík ef ég væri ekki með sjálfsöryggi sem kannski svona cirka 2 númerum stærra en ég hef endilega fullkomin rétt á. Svo ég held að það væri jákvætt að gefa unglingum meiri möguleika á að læra sjálfsvarnaríþróttir, mögulega sem val eða aukafag, meira heldur en við gerum í dag. En höfum við samt í huga að í dag hægt að ráðstafa frístundastyrk sem öll börn fá til mögulegra sjálfsvarnaríþrótta. Til dæmis Aikido-félagsins, Karate-félags Reykjavíkur, Judo-félags Reykjavíkur, Mjölnis, Jiu-Jitsu-félagsins, Karate-deild Fylkis, Taekwondo-deild Fram, Skylmingafélag Reykjavíkur og ýmissa fleiri. Það ekki endilega á mjög auðveldu færi grunnskóla borgarinnar að beinlínis taka upp sjálfsvarnarkennslu. Sjálfsvarnarkennarar vilja kannski ekki endilega vinna hjá grunnskólunum og ég ekki einu sinni viss að þeir séu nægilega margir á landinu til þess að við gætum raunhæft gert góða sjálfsvarnarkennslu að skyldufægi fyrir alla. Og ég held líka að mögulega telji þeir að það sé annað andrúmsloft eða staðsetning sem hendi betur til þess að kenna það. Svo mögulega þessi leið í gegnum frístundakortið þó besta aðferðin sem við getum boðið upp á. En það samt líka mögulegt að við getum gert betur. Kannski væri hægt að taka inn þessa vikulöngu kynningu. Mögulega hægt að vera með einhvers konar róterandi prógram. Ég held samt að raunverulegt innihald komist kannski ekki til skila þannig en mögulega hægt að kynna fólk fyrir þessu og auka áhugann þannig að fleiri myndu nýta sér að fara og læra þetta. Mér finnst eðlilegt að þetta sé rætt í skóla- og frístundaráði. Ég hvet ykkur öll sem að viljið læra að þekka ykkur sjálf betur, sem að viljið temja ykkur meira sjálfstraust, efla ykkar innri styrk, finna þannan part innra með ykkur sem enginn getur tekið frá ykkur, sem að ekki hægt að kæfa, sem að þið getið alltaf treyst á og þið getið notað til að hjálpa ykkur og hjálpa öðrum. Hvet ykkur til þess að íhuga það að læra sjálfsvarnaríþróttir. Það eru virkilega góð leið til þess. En ég hvet ykkur líka til þess að skilja að þegar einhver með vopn ógnar ykkur, þá besta sjálfsvörnin að hlaupa. Nema maður þurfi þá að skilja einhvern ósjálfbjarga eftir kannski. Það skiptir nefnilega engu máli hvað maður stór og sterkur eða hvað maður góður í karate. Besta lausnin að sleppa því að slást ef maður getur mögulega komist hjá því. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við ræðu sína og þá telst umræðu þessa tillögu lokið og við göngum til afgreiðslu tillöguna en það hefur borist málsmeðferðartillaga að henni verði vísað til skóla- og frístundaráðs. Þeir fulltrúar sem vilja samþykkja tillöguna vinsamlega skeyði merki. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá telst þessum dagskrárlið lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts gervigreindastefnu í skólastarfi. Og það Jörundur Þór Hákonarson, fulltrúi í Reykjavíkurráði ungmenna sem tillöguflytjandi. Virðulegi forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég Jörundur Þór og hér að flytja fyrir hönd ungmennaráðs Breiðholts gervigreind. Gervigreind sífellt stærri hluti af daglegu lífi og má segja að ákveðin bylting hafi átt sér stað á undanförnum árum. Þar sem þetta svolítið nýtt, erum við ennþá að læra inn á þennan nýja veruleika.
Gervigreind getur verið gagnleg ef hún notuð rétt en einnig skaðleg ef við notum hann í hugsanarleysi. Skólasamfélagi hefur strax byrjað að prófa sig áfram með gervigreind og eru þar mjög ólíkar nálganir hjá kennurum og þeim sem vinna við skólaþróun. Dæmi að kennarar hvetji nemendur til þess að láta gervigreindar vinna heilu verkefnin fyrir sig og sumir kennarar láta gervigreindar að vinna öll sín verkefnablöð fyrir sig sem þau láta svo nemendur leysa. Svo eru aðrir að reyna að kenna nemendum að láta gervigreindar að hjálpa sér en þó ekki vinna alla vinnuna. Því gervigreindin getur hjálpa til við að leita upplýsinga, renna yfir texta, leiðrétta málfar og ýmislegt fleira. En aðrir kennarar hreinlega banna gervigreind í einu og öllu. Það augljóslega stefnuleysi þegar kemur að gervigreind. Það ekki bara kennslufræðin sem gervigreindin að breyta, heldur hafa margir sérfræðingar vakið athygli á því að umhverfisáhrif eru mikil af völdum gervigreindar. Gervigreindastefna borgarinnar þarf einnig að taka tillit til þess að mikil orka og mikið vatn fer í að kæla gagnaver og til þess að kæla þau þá notast við ferskvatn sem mörg samfélag skortir víða heim. Samkvæmt Brookings Institute, með leyfi forseta, þá ein einföld spurning til gervigreindar að nota 10 sinnum meira vatn heldur en einföld Google-leit og nota gervigreindin 19 milljón lítra af vatni á dag sem miðað við tölur Alþjóðaheilbrigðisstofnunar, með leyfi forseta, nóg til þess að 1,1 milljón manns geti nota hreinlætis og svalað þorsta. Það hlýtur því að skipta máli að horfa á gervigreindina út frá mörgum hliðum. Hana þarf að nota í hófi og við réttar aðstæður. En hverjar þær þurfum við að komast að og útbúa stefnu í kringum. Þegar kemur að svona miklum breytingum á kennsluháttum þá skiptir máli að kennarasamfélagið sé sveigjanlegt og tilbúið að aðlagast. Þá þarf að vera til stefna sem unnin bæði að nemendum, sérfræðingum og kennurum. Eins og staðan í dag þá lítið sem engin stefna og ekki mikið fræðslu fyrir alla sem koma að kennslu í skólum í Reykjavík. Það skiptir máli að skólasamfélagi sé tilbúið að bregðast við síbreytilegu samfélagi og takast á við nýjar áskoranir. Við í Ungmennaráði Breiðholts viljum því leggja til að skóla- og frístundasvið útbúi gervigreindarstefnu í skólastarfi í Reykjavík og í kjölfarið fái starfsfólk skóla fræðslu notkun gervigreindar. Takk fyrir mig. Jörundur Þór Hákonarson, ungmennaráðsfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Erlingur Sigvaldason. Forseti, ég bara forvitin Jörundur, notaðu gervigreind til þess að hjálpa þér við ræðurskrifin? Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari fulltrúin Jörundur Þór Hákonarson. Góð pæling, Erlingur, en við skriftina á þessu fína handriti hérna á ræðu, þá var ekki notast við neina gervigreind til þess að koma með upplýsingar. Þannig, já, takk samt. Jörundur Þór Hákonarson, ungmennaráðsfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Erlingur Sigvaldason. Forseti, takk hérlega fyrir svo gott svar, Jörundur. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Telst þá ansvörum lokið undir þessar ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn, ágæta Reykjavíkurráð ungmenna og aðrir áheyrendur. Til umræðu tillaga Ungmennaráðs Breiðholts að fela skóla- og frístundasviði að útbúa gervigreindarstefnu í samstarfi við grunnskólana. Þetta góð tillaga og tímabær. Eins og við könnumst við þá svokölluð gervigreindarforrit búin að hefja innreið sína að fullu í samfélagið og þau vissulega ekki raunveruleg gervigreind, svona eins og við þekktum hana úr bíó í gamla daga og hún hugsar ekki í raun og veru og skilur ekki í raun og veru. Hún bara mjög góð í að þykjast skilja.
Hún er mjög góð í að halda því fram af fúlustu alvöru að hún viti hvað hún er að tala um. Það er mikilvægt samt að við séum meðvituð það að hún er ennþá takmörkuð. Og ég meina allir sem að efast það ættu að spila leikinn að spyrja gervigreindina hvað eru mörg R í strawberry. En þrátt fyrir þetta þá er gervigreindin alveg ótrúlega góð í að taka saman upplýsingar, fara yfir bara óheyrilegt magn gagna, finna aðalatriðin, svara spurningum, vinna úr þessum gögnum, setja saman svona stutta samantekt. Ég veit eina manneskju sem að nota gervigreindin ekki neitt annað heldur en bara að skrifa tölvupósta eins og hann langar og segja svo við Copilot make polite. Þannig að þetta er misjafnt sem að fólk gerir með þetta. En það kemur að því að við þurfum að hugsa, hún er góð í að skrifa texta úr þessu öllu fyrir okkur og að þessu leiðir að hún er mjög gagnleg fyrir fólk í leik, starfi og námi. En þá kemur að því að við þurfum að hugsa til hvers erum við hér? Hver er okkar tilgangur? Hvað er það sem er mikilvægt fyrir okkur að kunna sjálf? Ég á bágt með að ímynda mér að nokkrum þykir til dæmis spennandi að láta gervigreindina sjá spjall við vini okkar og að þeirra gervigreind sjá að svara okkur fyrir þá. Það væri allavega mjög skrítið vináttusamband. Og ég veit að mér þykir mjög vænt mína hæfileika til þess að fara yfir mikið magn af gögnum hratt, skilja aðalatriðin og taka saman einhverja skiljanlega samantekt úr því. Ég held að ég væri fátækari manneskja andlega ef ég aldrei hefði að læra þetta og ef ég útýsti því verkefni alltaf til tölvu. En ég veit líka að hér áður fyrir þá skipti það miklu máli fyrir klárt fólk að geta munað ógrynnin öll af staðreyndum utan bókar. Nú til dags er upplýsingaaðgengi því líkt að það skiptir meira máli að þekkja stóra samhengið og vita hvar þú sækir upplýsingarnar. Það var líka þannig að hér áður fyrir þá skipti það miklu máli að geta reiknað flóknar summur í huganum. Nú er það mikilvægt að skilja aftur stóra samhengið, vita hvað aðferðum á að beita þegar þetta er tölvu reiknaða fyrir því. Svo að viðmiðin okkar breytast á því hvað telst vera góð nýting á okkar mannlegu greind. Það bara breytist með tímanum. En einhvers staðar hljóta samt mörkin að liggja. Einhvers staðar erum við komin út af einhverjum ytri mörkum þess sem er kjarnin í því sem er að vera við. Ég held ekki að við viljum útýsa þessu öllu, en á sama tíma veit ég að við getum útýst einhverju af því sem við gerum. Margt af því sem við svo sem vitum að við látum tölvur á endanum höndla að miklu leyti viljum við samt læra fyrst sjálf. Svo við skiljum að minnstakosti niðurstöðuna, vitum hvað það er sem við erum að útýsa. Þess vegna er mikilvægt að læra stærðfræði og reikning, þó svo að tölvur reikni á endanum fyrir okkur og þurfum við ennþá að vita af hverju við erum að láta það reikna. Eða við þurfum að skilja ef það er ekkert vit í niðurstöðunni. Við þurfum að vita ef að niðurstaðan er snelldu vitlaus, þá getur tölvan verið biluð eða þú getur hafa gert mistök við að gefa upplýsingar. Við þurfum líka að hafa það í huga að gervigreindin eins og hún birtist okkur í dag notar ósköpun öll af rafmagni og ferskvatni. 19 milljónir lítra á dag eins og tilurflýtjandinn Jörundur Þór Hákonarsson benti réttilega á. Svo að við þurfum að hugsa hvað er eðlileg notkun á gervigreind, hvað er æskileg notkun á gervigreind í skólastarfi. Hjá borginni, í þjónustu borgarinnar, þá erum við með verklagsreglur notkun gervigreindar. Helsta viðmiðið þar er að við missum ekki hið mannlega. Að gervigreindin taki aldrei endanlega ákvörðun. Það sé aldrei þannig að tölva hafi bara ákveðið eitthvað og engin manneskja skilji af hverju og engin manneskja beri ábyrgð á því að svarið sé nei, eða svarið sé já, eða svarið sé b, eða kaldur. Og þeir getur verið of ung til að muna eftir gömlum sjónvarpsskett sem gekk út á Computer Says No. En ekki að fara með hann hér, en hann fjallar fáránleikann í því að tölvurnar ákveði bara hlutina og enginn viti af hverju og enginn beri ábyrgð á því. Við viljum ekki búa í þannig heimi. Við þurfum líka að passa hvað upplýsingar ráðum gervigreindina að fá. Hún getur notað hann í einum tilgangi fyrir okkur en í öðrum tilgangi fyrir næsta svar til næsta aðila. Ég legg til að þessari tillögu verið vísað til meðferðar stafræns ráðs í samvinnu við skóla- og frístundaráð. Ég held að sé eðlilegt að það sé unnin viðmið fyrir notkun þessari tækni í skólastarfi. En að lokum legg ég það til að þó þið notist eflaust við gervigreind eins og við flest, þá passið upp á það að glata ekki mennskunni, glata ekki skilningnum á því hvað það er sem þurfa að biðja gervigreindina að vinna fyrir ykkur eða að skilja fyrir ykkur. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúin Ásta Björg Björgvinsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og kæru fulltrúar ungmennaráða.
Mér langar að byrja að þakka Reykjavíkurráðsfulltrúanum Jörundi Þór Hákonarsyni fyrir tillöguna sem við ræðum hér. Heimurinn stendur að einhverju leyti á stærstu tímamótum sem hann hefur nokkur sinnum staðið á. Tilkoma gervigreindar er nú þegar að breyta veröldinni sem við þekkjum og á næstu árum mun gervigreindin breyta okkar tilveru með svo róttækum hætti að við sjáum það ekki alveg fyrir okkur. Hvað endar þetta eiginlega? Tæknisérfræðingar spáðu til að mynda að fullkomnustu vélmenni sögunar komi á markað á þessu ári og þeir segja að gervigreinda vélmenni muni breyta heiminum meira en snjallsíminn. Meira en snjallsíminn. Getum við aðeins hugsað það? Getum við lifað án hans eins og hann í dag? Þessi tillaga frá ungmennaráði Breiðholts að móti verði gervigreindastefna fyrir skólastarf í Reykjavík, meðal annars vegna þessa, mjög tímabær og þörf. Og sýnir enn og aftur hversu dýrmætt það að hafa sín barna og ungmenna í starfinu okkar hér í borgarstjórn. Gervigreindin ótrúlega auðvelt tæki. ChatGPT bara eitt app sem svarar öllum spurningum sem fleiri og fleiri nýta sér í að leita upplýsingum til að skrifa fyrir sér texta, lesa efni og leggja alls konar til. Hvers vegna ættum við að þurfa að kenna börnum eitthvað eða jafnvel kennurum ef gervigreindin svo góð að hún leysir öll okkar vandamál fyrir okkur og vinnur jafnvel öll verkefni fyrir okkur og sinnir vinnunni líkt og Reykjavíkurráðsfulltrúinn Jörundur kom inn á. Mér langar í þessu samhengi að nefna nokkur atriði. Fyrst vil ég nefna að skólar hafa það hlutverk að hjálpa börnum og ungmennum að tileinka sér gagnrýna hugsun, að greina upplýsingar og draga ályktanir í efa. Sérstaklega þær fullyrðingar sem gervigreindin heldur fram. Skólastarfi staður þar sem við hjálpum hvort öðru að brýna okkar gagnrýnu hugsun. Svo það félagsfærnin. Það algjört lykilatriði að ná góðri félagsfærni í lífinu og til þess að geta nýtt hæfileika sína á þenn lærdóm sem maður tileinkar sér. Þjálfa sig í því hvernig á að vinna í teymi og byggja sig upp og tilfinningarinn sína upp sem við gerum nú í skólastarfinu með félagsmiðstöðunum. Og svo það atriði númer 3 sem snýr að sköpunarkrafti og nýsköpun. Því að þó að gervigreind geti greint upplýsingar og lagt til lausnir á alls konar vandamálum, þá vantar gervigreindina þessa mannlegu nálgun, sköpunarkraftin. Gervigreindin styðst bara við það sem til í dag og hvernig við að skapa hvað nýtt við hræfurum alltaf í sama gervigreindarpottinum. Það gerum aðeins með því að vera með frábært skólastarf sem hvetur til skapandi hugsunar og kannski hérna í salnum einhver hinn næsti snillingur sem finnur lausn við risavöxnu vandamáli, jafnvel vandamáli sem við vitum ekki einu sinni að sé vandamál í framtíðinni. Og svo það 4. atriði, að við sem samfélag áttum okkar á þeim náttúru og umhverfisáhrifum sem gervigreindin hefur, líkt og Jörundur kom svo ítarlega og vel inn á og óþarfi að endurtaka. 5. atriði snýr að tilgangi sem manneskjan hefur í samfélaginu. Skólar eru mikilvægir til þess að þjálfa siðferðislega hugsun og samkennd með öðrum. Og ef við myndum fylla gervigreindina upplýsingum með öfgahugmyndum og snérum öllu á hvolf að það væri gott að tala aðra niður og brjóta fólki og vera illur eða vinna gegn mannréttindum og ránta sína samkennd eða vera góður, að þá myndir samfélagin ekki farnast vel. Þeim samfélagin sem gengur best eru þau samfélagin sem búa við mannréttindi, samkennd og sína samvinnu. Og við megum ekki gleyma því að gervigreindi getur verið nýtt í illum tilgangi. Nú þegar verið að búa til fake myndbönd, jafnvel nektarmyndir af fólki og við vitum að nú þegar eru dæmi það að íslensk ungmenni hafa orðið fyrir barðinu á því. Að nota gervigreindina með sem hætti ein tegund af ofbeldi og við verðum að vera með skýr viðmið innan skólana hvar við draugum mörkin. Forseti, borgarstjórn og ágætu ungmennaráðsfulltrúar og dásamlega gestir í salnum. Eins og ég og borgarfulltrúinn Alsa-Katrín Briem höfum rakið þá ýmiss konar tækifæri gervigreind og hún mun klárlega gera líf okkar auðveldara. En við verðum líka að passa okkur á því að gervigreindi sé nýtt til þess að gera líf okkar á endanum betra eða skilvirkara en taki ekki frá okkur tækifæri til vaxtar eða geri það óryggara. Eins og það sé ekki einnig að það sé ekki mismunum því hvað börn læra eftir skólum og skólasamfélagum líkt og Jörundur kom inn á. Og þess vegna í raun afar mikilvægt að borgin ráðist í stefnumótun gervigreind í skólum borgarinnar. Við í Framsókn styðjum þessa tillögu ykkar og þökkum rauninni fyrir allar þessar frábæru tillögur sem við erum að flytja þér í dag. Ykkar rödd sterk og býr við dýrmætri sín og það okkar allra hagur að fá hana inn á öll svið. Ásta Björg Björgvinsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri óska eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu sem hefur borist
við tillögu fulltrúi ungmennaráði Breiðholts gervigreindastefnu í skólastarfi og málsmeðferðartillagan að vísa tillögunni til meðferðar stafræns ráðs í samvinnu við skóla- og frístundaráð. Þá tillagan samþykkt með öllum 23 greiddum atkvæðum. Þá göngum við til 8. liðar útsendri dagskrá sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs að unglingum í 9. og 10. bekk bjóðist hlutastörf yfir vetrartímann og tekur til máls ungmennaráðs fulltrúin Sjöfn Sveinsdóttir. Virðulegi forseti, borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir fundagestir. Okkur í ungmennaráði Grafarvogs finnst að Reykjavíkurborg ætti að bjóða upp á hlutastarf yfir vetrartímann fyrir ungmenni. Krakkar á okkar aldri tjá okkur að það sé mjög erfitt að komast inn á atvinnumarkaðinn og fá okkur hlutastarf með skóla. Það einna helst að ættingjar eða vinir hafi tengsl og geta útvegað að vinna þannig. En þannig eru öllum ekki tryggð jöfn tækifæri til að komast inn á atvinnumarkaðinn. Þess vegna viljum við að borgin bjóði þeim sem vilja upp á hlutastörf með skóla. Það nú þegar dæmi að nemendur í öðrum skólahverfum fái störf í gegnum skólakerfið. Eins og til dæmis nemendur í öðrum skólahverfum fái verslunum og leikskólum. Langt flest ungmenni á aldrinum 14 til 16 ára eru ekki í hlutastarfi og þurfa því að reiða sig á foreldra sína pening, en læra ekki sjálf að fara með peninga. Hæfi þau hlutastarf myndi það hafa eigin fjárráð og geta haft einhverja stjórn og eigin fjárhag. Það væri líka gott fyrir þau sem hafa ekki sterkt fjárhagslegt bakland að geta unnið sér inn pening og safna sér. Með þessu lærum við líka að skipuleggja okkur betur þegar við þurfum að gera ráð fyrir að mæta til vinnu með skóla. Við teljum að það væri mikilvægt að vinnutími unglinga sé hóflegur þegar það með svo bilinu 2 til 4 tímar á dag, milli 1 og 8, 2 til 4 daga í viku, auk mögulegra tilfallandi verkefna. Okkar hugmyndir að mögulegum störfum eru meðal annars eftirfarandi. Við teljum að gagnlegt væri að aðstoða leikskólum og frístundaheimilum þar sem oft skortur á starfsfólki. Þar gæti verið þörf á aðstoð við ýmis verkefni, svo sem í eldhúsi og við útiveru barna. Einnig teljum við að heimsóknir í félagsmiðstöð fyrir aldra þar sem unglingar gætu átt samverustund og spila við eldri borgara geti veitt þeim mikilvægan félagsskap og verið kærkomið uppbrot í daglegu lífi þeirra. Ungmennin hefur líka hag af því að umgangast fólk á eldri árum. Á bókasöfnum geti verið þörf á aðstoð bókum í hillur, taka á móti skóla- og leikskólahópum sem og við almenn þrifið ef þörf krefur. Einnig væri hægt að sinna verkefnum á borð við snjómokstur yfir vetrartímann, ruslatínslu sérstaklega kringum áramótin og til þess að halda hverfum okkar hreinu og snyrtilegu. Aðstoð í skíðabrekkum, þáttöku í undirbúningi og framkvæmd viðburða og skreytinga fyrir hátíðir. Viðburðir innan hverfis og starfsemi í skíðabrekkum geti jafnframt falið í sér veitinga- og drykkjasölu. Flest ungmenni vilja eiga sinn eigin pening svo foreldrar þurfa ekki alltaf að borga. Einnig vilja þau flest geta safnað sér pening fyrir framtíðar bílprófi, íbúð og mörgu öðrum. Þessi vetrarvinna gæti verið framhald af sumarvinnu. Þau ungmenni sem sýna áhuga á sumarvinnunni geta spreytt sig í veturna og aflað sér tekna. Þetta kerfi sem hvetur okkur ungmennin til þess að standa okkur vel í sumarvinnunni. Að lokum teljum við að fá vinnu í vetrartímann hjálpi ungmennum að bera ábyrgð á sínum eigin pening. Þetta spennandi verkefni sem gæti gagnast ungmennum Reykjavíkur og það ósk okkar að þetta veri framkvæmt sem tilraunarverkefni í Grafarvogi. Sjöfn Sveinsdóttir, ungmennaráðs fulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar og Reykjavíkurráðsliðar. Ég tek undir það með öðrum borgarfulltrúum að þetta eru ykkur skemmtilegustu fundir sem við borgarfulltrúar sitjum og fá þannig tækifæri til að skiptast á skoðunum við ykkur sem eru eiginlega forréttindi.
Nú, ég velti fyrir mér hvort það væri hægt að segja eitthvað því að ég vissi að allir segja eitthvað sem ég hafði ekki heyrt, ég vissi að allir borgarfulltrúar sko, og þetta hefur verið árum saman, öllum tillögum hrósað í hástert og vísað beint inn í svæði, þetta sko opinfundir hér, svo þeim vísað beint öllum inn á lokaða fundi, þar sem mun auðveldara að takast á við þar, vísa þeim áfram, fram og aftur, þangað til því miður margar þeirra koðna niður og verða aldrei að veruleika og eru rauninni bara svæðar með þessum hætti. En það margt í mörgu og það er ekki bara mannvonsku að kenna að ágætar tillögur hér verða ekki að veruleika, ekki bara. Og það sem við þurfum svona að fást við í stóru myndinni borgarfulltrúar, það eru fjármál borgarinnar. Við fáum til okkar í tölvupóstum á hverjum degi og víðar endalausar tillögur meiri útgjöld og verðum við í sumum þurfum að segja nei við öðrum af því að það þarf alltaf að loka fjárhagsáætluninni. En staðan er þessi að heildarreikningur Reykjavíkurborgar var skuldareikningurinn mjög hár og borgarsjóðurinn eða samstæða borgarinn hefur rekið meira og minna með tapi í 30 ár og þá hlöðu upp skuldum. Við getum ekki leyft okkur endalaust frekar en þið getum gert það í ykkar fjármálum eða fjölskyldur ykkar því að það kemur því miður alltaf að skulda dögum. Svona voru heildarskuldirnir í árslok 24, svona stefna skuldirnar í, þið sjáið, þetta er alveg skýr stefna og áætlunin stefnir í að samstæða borgarsjóður skuldi 230 milljarða í lok þessa árs og samstæðan 575 milljarða króna sem eru 15,6 milljónir á hverja 4 manna fjölskyldu. En það kemur að skulda dögum, við okkar kynslóð að lifa, borgarfulltrúana að lifa efni fram, ekkur tíman þá verður borgin að fara að greina í lánin af því hún hefur þá ekki lengur meira lánstraust og ég hræddur að koma í hlut ykkar kynslóðar að borga upp lánin sem við erum að taka því miður við komumst ekki undan lánunum. Og þetta kannski skýrir, ákveðin skýring af því, af hverju margar tillögur sem fel í sér aukin útgjöld fá ekki góðan framgang. Það er einfaldlega vegna þess að fjármálin setja okkur mörkin og við þurfum að gæta okkur á eyðslunni og nú þegar og þetta vandamál hjá bæði borg og ríki að það hefur verið að eyða efni fram. Þannig að ég held að mikilvægasta hagsmunamál ykkar sem framtíðar skattgreiðenda sé það að bæði rekstri ríkisins og borgarins er komið í jafnvægi þannig að þetta verði léttara þegar það kemur að ykkar kynslóð að borga upp lánin sem við höfum tekið. Nú þarna er að fjalla aðra tillögu, árnafulltrúi í fagráðum sem ég held að sé góð tillaga en ég á ekki að fjalla hana. Nú ég ætla að fjalla um hlutastörf fyrir unglinga. Ég held að þetta sé mjög góð tillaga. Það auðvitað þyrfti að hagræða fyrir henni en borgin er að velta vel yfir 300 milljörðum króna og auðvitað er hægt að hagræða eitthvað staðar og svona. Og það er borgin glímir við manneklu á ýmsum sviðum og ég er sammála því að það eru margir möguleika fyrir henda þessu sviði, frístundaheimilum, í leikskólum, félagsmiðstöðum og í almennri umhirðu í borginni. Og ég held að vinnuskólinn var í mjög góð stofnun til að taka þessu. Ég get alveg trúað í sumarið stutt og einu sinni var vinnuskólinn 8 vikur, nú var hann held ég 3 vikur og stjórnendur í borginni segja mér að þetta stutta sumarunni dugi ekki til margra verka sem væri gaman að tegja fram á haustið eða veturinn og þá var hægt að koma á slíkum hlutastörfum fyrir unglinga og ég held að það sé mjög góð tillaga og þetta geti gagnast bæði í borginni og unglingunum. Og þetta leiðir okkur að málefnum vinnuskólan sem var mikið fjallað á fundum ungmennaráðsins sinna fyrra á kjörtímabilinu. Þau hafa verið til umfjöllunar og ungmennaráðin tóku þetta upp og mótmæltu þeirri kjaraskerðingu sem var milli áranna 2022 og 2023. Þetta var helsta málefni á fundinum okkar 2024. Nú Reykjavíkurráð og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mótmæltu kjaraskerðingunni og lögðu til að þær horfið frá henni en þær tillögur voru felldar. Þetta eru tímalaunin í vinnuskólanum 2026, þetta er kannski margar tölur á stuttum tíma. Þarna sáðu þið frystinguna og smá launalækkun og ég tók þetta saman að launavísitala hefur á þessu tímabili hækkað rúmlega 30% en þarna sáðu þið launahækkunina hjá þessum árgöngum í vinnuskólanum. Þetta er skýr kjaraskerðing sem var pólitísk ákvörðun vinstri flokkana í borgarstjórn. Og ég legg til að þessari góðu tillögu verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs.
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og veitir það andsvar borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, kveikja á þessu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er auðvitað leiðilegt að þið þurfið að vera vitni að því að borgarfulltrúi komi upp og tali svona með mjög óábyrgum hætti stöðu Reykjavíkurborgar. En ég get fullvissað ykkur það að rekstur Reykjavíkurborgar er sterkur og öruggur. Við eigum sannarlega fyrir öllum okkar útgjöldum en við tökum að hluta til lán fyrir því sem við erum að fjárfesta í, sem eru svona eins og götur og skólar og leikskólar og íþróttamannvirki og annað sem skiptir okkur bara miklu máli. Reykjavíkurborgar er auðvitað langstærsta sveitarfélagið og það er auðvelt að kynna sér bæði með bara því að googla eitthvað og jafnvel að spyrja gerðarvíkundina það hvernig Reykjavíkurborg stendur í samanburði við önnur sveitarfélög og fá bara býsna góða niðurstöður og mun betri en það sem kom fram í ræðunni hérna áðan. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið að veita ansvar og svara það ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka fyrir svarið. Nú, allar þessar tölur sem komin upp á tjaldi, þar að finna í ársreikningum borgarinnar sem er á netinu og ég hvet ykkur auðvitað til að kynna ykkur þessa ársreikninga. Leiðilegt að borgarstjóri skyldi biðjast afsökunar á ræðu minni en það sem vakir fyrir borgarstjórunum er að hafa þetta bara huggulegt teboð þar sem allir brosa og hrósa ykkur í hástert og vísa síðan tillögunum inn á lokaða fundi til svæfingar og menn vil ekki sjá eitthvað svona leiðileg alvöru málefni eins og skuldastöðu borgarinnar sem eru skuldir ykkar af því þið sem framtíða kynslóðir munu borga þessar skuldir og svo málefni í vinnuskólan sem er náttúrulega líka mjög leiðileg, ég er alveg sammála því að þetta er leiðileg málefni. En ég tel að það er ekkert að sópa þessu málefnum undir teppið. Þið eru hérna komin til ábyrgrar umræðu og þá á bara að segja sannleikann en ekki víkja sér undan honum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, ég ætla að klára að spyrja gerðargreindina þessu. Ég náði því ekki en ég hvet ykkur bara til að gera það. Ég held að þetta sé alveg þess virði þó að það kosti vatn og orku. Af því að það er mikilvægt að hafa aðgengi að réttum upplýsingum. Allar tölur sem Reykjavíkurborg er með eru háar, en við tökum þetta sem hlutfall af tekjum og hlutfall af eignum. Það stendur borgin mjög vel og það er alls ekki, og því fyrir víðsfjarri, að hér standi til að vísa þessum tillögum sem þið hafi lagt hér fram inn í eitthvað svartóli eða eitthvað annað, ég man ekki orðið sem að borgarfulltrúi notaði, vegna þess að ég held að ungmennaráðið viti það og hafi fundið það gegnum árin að við viljum vinna með okkur, við tökum alvarlega þær tillögur sem koma frá okkur og ég bara harma það aftur að þið séu vitna því að það sé gert lítið úr ykkar vinnu eða vinnu þeirra sem að taka við ykkar tillögum og heiti því að við munum taka vel á móti þeim öllum eins og við höfum gert og koma þeim fyrir eins og hægt er. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar og Reykjavíkurráðsliðar, ég verð að segja að mér finnst leiðilegt og mér finnst að lítilmannlegt að borgarstjóra að túlka eða reyna að beina gagnrýni minni á pólitíska meirihlutann hér í Reykjavík á ykkur, snúa gagnrýni minni á hana og þennan meirihluta eins og ég sé að gagnrýna ykkur, það er alls ekki rétt. Ég meti auðvitað mikils ykkar vinnu og ykkar tillögur. Því miður hefur það verið þannig að flestum tillögunum hefur verið vísað til svæfingar, þó ekki alveg öllum. Ég sé alveg strax nokkra tillögur hér sem ég vona nái fram að ganga, en flestar tillögurnar, og ég var að reyna að útskýra út af hverju meðal svolítið fjármálunum, flestar tillögur undanfarin ár hafa því miður farið inn á lokaða fundi til svæfingar. Það er bara sannleikurinn og getur verið sár sannleikur en við höfum ekki að gera lítið úr honum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og veitir það ansvar borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég var svona velta fyrir mig hvort ég ætti að lengja fundinn með þessu en mér finnst þetta bara með eindæmum einhvern veginn leiðinleg aðferðafræði hjá borgarfulltrúinni Kjartani Magnúsinni. Það er vissulega þannig að sumar af þessum tillögum eru dýrar, sumar eru að ganga ágætlega, sumar eru að ganga ekki almennilega upp. Við viljum samt í alvörunni skoða þær allar, sjá hvað við getum gert með þær allar. Á endanum getum við samþykkt einhverja þeirra en ekki allar. Það er ekki þannig að við séum að einhverji heljarþröm fjárhagslega og allt sé í volli þrátt fyrir það sem borgarfulltrúinn segir. Borgarstjóri fór ágætlega yfir það. Við erum bara með allt á grænu í núverandi fjárhagsáætlunum.
varðandi sko, skuldaviðmið borgarinnar, lántöku sem hlutfall af fjárfestingum og fleiri stærðir sem að skoða þeir í þessu samhengi. Og ég bara hvet borgarfulltrúan til þess að vera ekki með svona, hvað séum við, svona leiðindi á fundi sem við erum að reyna að eiga hérna með Reykjavíkurráð ungmenna. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svar. Það ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Já, forseti, góði borgarfulltrúar og Reykjavíkurráðs liðar. Ég notaði nú ekki orðin heljarþröm og að hér var allt í volli, auðvitað ýmislegt sem gengur vel hjá borginni, en við getum ekki stungið höfðinu í sandinn og við verðum eins og stjórnendur allra fyrirtækja að gera okkur grein fyrir því hvert stefnir og gera okkur grein fyrir því hver bara skuldirnar eru, vegna þess að skuldirnar lenda á næstu kynslóð, þar að segja ykkur, þetta er þeim miklur framtíðarhagsmunir ykkar. Og þessum borgarfulltrúum sem hér tóku til máls, þeim finnst greinilega þetta eigi að vera huggulegt teboð, þar sem ekki megi segja neitt sem er eitthvað óþægilegt, en hluti af sannleikanum er bara því miður svolítið óþægilegur og eins og þessar tölur sem eru bara opinberar gefa tilmynd til eins og skuldastaða borgarinnar sem á endanum einhver þarf að borga eða kjaraskerðingin í vinnuskólanum, tölur sem tala mjög skýrt. Ég veit alveg að þetta er óþægilegt fyrir suma, en þetta er samt sannleikurinn og það á alls ekki að fela hennan sannleika fyrir ykkur þegar við erum að ræða þessi mikilvæga málefni hér eins og málefni vinnuskólans. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Telst þá ansvörum lokið undir þessari ræðu. Forseti borgarstjórnar minnir á að til umræða er tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs um unglingum í 9. og 10. bekk bjóðist hlutastörf yfir vetrartímann. Sjálfsagt er að tengja þá umræðu við stærri umræðu, en minnir þó á að það er tillagan sem er nú til umfjöllunar. En tekur þá til máls Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Reykjavíkurráð ungmenna. Það er þannig með sumar tillögur að það er einast vera glúrnar og þær vaksa aðeins svona þegar maður veltir þeim meira fyrir sér. Ég skal alveg vera hreinskilinn með það að fyrstu viðbrögð mín við að lesa tillöguna sem að hér er borin upp af Reykjavíkurráði Grafarvogs og Sjöfns Sveinsdóttur fulltrúa voru neikvæðar og byggðu á því að bara afstaða okkar hér í borginni til að mynda í skólaráði hefur verið svo að reyna að letja til mikillar vinnu nemenda með skóla. Eitt af umkvörtunarefnum sérstaklega kennara í framhaldsskólum er að nemendur vinni þar allt of mikið, nái ekki að verja tíma í að hvíla sig, undirbúa sig og mikil atvinnuþátttaka bitni á náminu. Þannig að svona fyrstu viðbrögð var að hugsa býtu á, er það þá hlutverk borgarinnar að fara að ýta undir þetta? En svo hugsaði maður nú svo sem lengra, maður væri nú kannski pínlítið hræsnisfullur í þessu því að ég segi bara með son minn að hann svo sem vann bara helling með skóla í grunnskóla þar sem hann var að þjálfa yngri flokka í fótbolta og ég get ekkert sagt annað heldur en að hann þroskaðist mjög mikið við það. Þar lærði hann vinnubrögð sem að hafa gagnast honum í námi og starfi, þannig að sá kjarni er algjörlega réttur í þessari tillögu sem að hér var borin upp. Það er líka raunin að möguleikar ungmenna á að vinna með skóla og að fá vinnu eru miklu takmarkaður í dag heldur en var bara þegar að við kjörnu fulltrúarnir hérna inni vorum að alast upp. Og þegar maður fer úr því að borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson fór að rifja upp einhverjar táningsminningar frá því að hann var í sömu sporum hérna, að þá var það þannig rétt á árunum í kringum 1990, þá var bara reiknað með að mjög stór hluti af nemendum í grunnskóla væri bara að fara út á vinnumarkaðinn þegar að námi lyki. Þá var í flestum grunnskólum greinin starfsfræðsla
sem var bara mjög algengt að nemendur til dæmis í 10. bekk tækju og skólarnir lögðu sig oft talsvert fram það að koma nemendum inn í að pröfa sig, spreita sig á vinnumarkaði. Kona mín fór þar inn á bifreiðaverkstæði, meira að segja, sem gerir það að verkum að það allavega einhver á heimili þess sem hér stendur sem hefur skipt bremsuklossa á bíl. Og það sem líka jákvætt við þessa hugmynd það að þetta felur í sér svona ákveðið viðnám eða viðsnúning og svona ákall það að það sé blásið til sóknar í vinnuskólanum á meðan að við höfum í rauninni verið að sjá hið gagnstæða gerast á síðustu árum. Það hefur alltaf verið skalaður niður vinnuskólinn, meðal annars vegna þess að það alltaf færri og færri tæki og vélar sem að menn vilja hleypa unglingum í. Almennt vantraust á að það sé hægt að nýta þessa starfskrafta til þess að þoka áfram málum í borginni. Vinnutíminn hefur verið að styttast eins og kom fram í sumum af fjölmörgum glærum Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa hér á áðan og svo mætti lengi telja. Þannig að ég er dálítið skotin í þessari hugsun að við lítum aftur á vinnuskólan sem afl sem að hægt að nota til þess að koma góðum málum áfram í borginni og það bara aldrei að vita nema það sé hægt að finna verkefni líka yfir vetramánuðina þar sem að þessir starfskraftar gætu gagnast vel. Það verður að hafa það í huga að þetta ekki ódýrt eða einfalt. Leikskólastjórar sem hafa tekið inn nemendur úr vinnuskólanum segja að því fylgir líka kostnaður. Það þarf að fylgjast með hópnum og það ekki hægt að láta hann ganga alfarið í störf fullorðinna starfsmanna, en ég er viss það að með góðri umfjöllun í umhverfis- og skipulagsráði eins og lagt til að máli verði vísað í, sé hægt að finna ýmsa áhugaverða fleti á þessari hugmynd. Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og skilst forseta 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar, en fyrstu til að veita ansvar er borgarfulltrúin Erlingur Sigvaldason. Ég vildi bara aðeins, nú vantar fólk í leikskóla og hér býður ungt fólk í Grafavogi með fína lausn og ég forvitin hversu má ekki vísa þessu til mannauðssviðs. Erlingur Sigvaldason, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar og svara það ansvari. Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég reikna nú með að tillöguflytjandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafi horft til þess að tillagan gengur sérstaklega út á vinnuskólan og vinnuskólinn heyrir jú undir umhverfis og samgöngur, umhverfis og skipulagssvið. Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Veitir þá ansvar Sjöfn Sveinsdóttir. Mér er að segja að krakkar í framhaldsskóla vinna of mikið, en ef við myndum vinna í grunnskóla grunn þar og geta safnað sig inn þar, þyrftum við kannski ekki að vinna jafn mikið í framhaldsskólum og já, það myndi kannski hjálpa þeim. Sjöfn Sveinsdóttir, ungmennaráðsfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar og svara það ansvari. Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Forseti, já. Það þyrfti nú allrækilega að bæta launakjör í vinnuskólanum til þess að þetta myndi nú skipta öllu máli. Ég setti spurningamerki við þann hluta af rökstuðningi tillögunnar sem gekk út á það að þetta gæti til dæmis hjálpað efnalitlum nemendum. Ég held að við sem samfélag viljum taka öðruvísi á því að ef að fátækasta fólkið í borginni nær ekki endum saman heldur en að treysta á launavinnu barna. En ég skal eins og vel taka undir ýmis sjónarmið það að þetta geti bara þroskað og stælt einstaklinginn, kennt mönnum vinnubrögð og undirbúið fólk undir vinnu síðar meir. Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Veitir þá ansvar Indriði Nökkvi Þóriðarsson, ungmennafulltrúi.
Já, mér langar bara að benda á það í samtalinu á Erling og Stefáni með á hvaða svið þetta ætti að fara. Er ekki hægt að sitja bara í bæði ráðið að svið? Ég er ekki alveg viss hvernig það er í samþykktum með öðru slíku, en var þetta bara aðtöga möguleikann á því? Indriði Nökkvi Þórðarson, ungmennaráðsfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara það. Ansvar borgarfulltrúinn Stefán Pálsson. Forseti, þetta er kannski orðið pínu tæknilegt hvert rétt sé að vísa, en það er ágætt að halda því líka til haga að það ráð, það er svona kannski þægilegast að vísa málum í eitt ráð, en að sjálfsögðu getur það ráð síðan komið málinu áfram og kallaði eftir umsögn, eins og ég reikna með að yrði raunin í þessu tilviki. Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls við þessa tillögu, þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu. Tillögu nr. 8 útsendri dagskrá sem er tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs að unglingum í 9. og 10. bekk bjóðist hlutastörf yfir vetrartímann. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs og þeir fulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefið þess merki. Og þá er tillagan samþykkt með öllum 23 atkvæðum. Ég hef lagt það í vana minna að kveðja borgarstjórn með svona málshætti eða orðatiltæki úr bók sem heitir Orð að sönnu, og ég ætla að fá að deila með ykkur einu stuttu í dag. En þar stendur, það er sem sagt orðatiltæki dagsins, samtal er sorgalæknir, en það þýðir að samtal græðir sár eða samtal mildar sorg, og svona þýðir að stundum getur verið gott að tala við einhvern ef manni líður illa. Ég þakka fyrir þennan fund og ég þakka áhorfendum sem komu og þeim sem tóku þátt í fundinum, og fundi er slitið 17:58.